Sæll og blessaður, kæri hlustandi. Vonandi allt gott þín megin. Gestur þáttarins í dag Kristrún Frostadóttir, betur þekkt sem Kristrún Frostadóttir. Þátturinn í dag að einhverju leyti tvískiptur. Ekki nóg með að vera tvískiptur, heldur hann einnig í boði upplýsingatækni fyrirtækisins Origo. Fyrri hluta þáttar fáum við að heyra vegferð Kristrúnar í gegnum Boston University, Yale og hvernig hún vann sig upp stigann hjá Morgan Stanley, einum stærsta fjárfestingabanka heims. Og á einhverju tímpúnti þá hugsa maður þetta bara, hvernig endaði ég hérna? Skilur, pabbi minn þjóðfræðingur, mamma heilsugæslulæknir, það er engin skilninga sem ég að gera og ég sit hérna í einhverju drakt, inn í Goldman Sachs, skilur, að tala einhver hlutabréfaverð, sko. En þetta gekk og ég endaði á því að fá vinnu hjá Morgan Stanley. Og svo auðvitað heyrum við af glæstum píanóferli sem þurfti að lúta lægra valdi gegn fjármálageranum. Síðari hluti þáttar ótrúlegt samspil hagfræðiþekkingar Kristrúnar og fáfræði minnar. Ég fekk Kristrúnu til að útskýra síendurtekin og illskiljanleg hugtök í mínum eyrum með það að markmiði að skilja ástand efnahagsins betur. Við förum yfir stöðu hagkerfisins í dag og hvað raunverulega að gerast, hvað Seðlabanki gerir, hvernig ákvarðanir Seðlabankans hafa áhrif á mig og þig, stýrivextir, hvaða lágvaxtaumhverfið þýðir, fasteignaumhverfið, peningaprentun, verðbólga og af hverju allir eiga Bitcoin og bréf í Icelandair á sama tíma og það kreppa og atvinnuleysi. Að því sögðu þá var að lenda nýkreist hágæða jómfrúar ólífuolía í verslunum frá Ólífa vörulínunni, þeirra Emils Hallfreðs og Ásur Reyins. Ef maður fær sér einhver ólífuolíu, þá það frá þeim hjónum. Besta fita sem völur á fyrir líkamann og bragðgott í þokkabót. Rapunzel annar kostandi þátturinn sem gerir mig kleift að koma þessu efni til ykkar að kostnaðarlausu. Lífrænt þeirra sérgrein því síðan 1974 hefur þetta fjölskyldufyrirtæki ekki stuðst við nein eiturefni eins og skordýraeyði, illgresiseyði eða tilbúin áburð í sinni framleiðslu. Settu þig og heilsuna í forgang með því að velja lífrænt og með því að velja Rapunzel. Stundum líður manni samt bara eins og mann langi pítsu og þá bara mjög fínt að fá sér pítsu. Dominos pítsur, þið þekkið þið elskið og það sem gæti hins vegar að fara á misvið premium brauðstangirna þeirra. Sæll, hvað eru góðar. Premium Cajun brauðstangir með næstu pítsu hjá þér. Það þitt verkefni fyrir þessa viku. Það væri ekki verra að panta sér eins og 2 lítra af frískandi kolsýrðum toppi með pítsunni. Toppur framleiddur samkvæmt ítrustu gæðakröfum. Því ef þú ætlar að gera eitthvað, þá gerir það vel. Toppur fáanlegur í mismunandi bragðtegundum og stærðum. Toppur í dós fæst til dæmis í 10 stykka kössum og smellpassar í kælin. Hrúa nokkrum svoleiðis í kærunaðina í næstu búðaferð. Annars bara þakkir til kostenda þáttarins og þakkir til ykkar fyrir að hlusta. Ef þið hafið gagn og gaman af þættinum þá þætti mér vænt að þið deilið honum áfram, gefið honum einhvern á Apple Podcasts, subscribeið á Apple Podcasts eða followið á Spotify. Þannig fór ég kannski yfir strikið og hef beðið þig sem diggan hlustanda þáttarins of mikið en eina ferðina. Afsakaðu þetta og vonandi nýtur þáttarins. Kristrún Frostadóttir, gjörðu þið svo vel. Ég tala frekar hátt, sko. Gerir það? Ég er með mjög kraftmikla rödd, sko. Hvað já, raddsterk eins og þessu. Já, æst myndi sumir sem. Herðu, Kristrún Frostadóttir, vertu velkomin, takk fyrir að koma. Takk. Ung og beitt, segirðu. Ung og beitt. Já, ég fæ stundum skilaboð að ég sé beitt, tæpi tungulaust hef ég heyrt frá mjög mörgum, kannski svona eldri kynslóðinni, svo stundum fæ ég að ég sé voðalega kjörkuð og þá hugsaði ég bara, shit, nú er ég búin að gera eitthvað rangt, sko. En já, ég fengi þetta svolítið, ung og beitt. Alltaf verið það? Já, ég hef alltaf verið mjög svona skoðanasöm, sko. Það situr alltaf í mig svona frá því að krakki að það þurfti stundum aðeins að halda yfir mig við matarborðið og svona að pabbi minn var skammur fyrir að grípa fram í fyrir öðrum. Svo í seinni tíð hefur hann svona beðist afsökunar á því. Það er svona svolítið kynslóðamunur á því að segja konum að halda sér til hlés. Já. Nei, ég hef alltaf verið mjög skoðansöm, sagt það sem mér finnst, sko. Varst það gemmum pólitík við kvöldmatarborðið í æsku? Já, kannski ekki pólitík, sko, var ekkert rosalega pólitísku heimili þannig séð, en fólk samt svona ræddi þjóðmálin og stöðuna og ég hef nú oftast bara haft skoðun á sem flestu, sko. Já, og þú kemur svolítið inn í bara svona hagfræðina og bara efnahaginn. Já. Kristrún Frostadóttir, það bara hagfræðingur? Er það þinn titill? Sko, þetta mjög fyndið að skulle segja þetta, en þess að við kannski komum að þessu eftir, en ég menntaði mig líka í svona alþjóðafræðum, svona þverfaglegri menntun
og móður mín hún er læknir og margir sem að þekkja lækna vita þeir eru svona svolítið, þú ferði í læknisfræði, svo ferði í ykkur sjargran og þú vinnur við það. Og ég man eftir því ég útskrifaðist þessum tíma, þá spyr mamma minni mitt, ertu ennþá hagfræðingur? Getur þú ennþá núna unnið sem hagfræðingur? Og það er svona mjög fast í fólki svona, sem í ákveðnum greinum, svona allt fyrir utan svona félagsvísita og hugvísitagreinar, að það þurfa að vera að gera eitthvað eitt ákveð. Já, ég er hagfræðingur, ég menntur sem hagfræðingur og ég hef unnið mest í svona efnahagsmálum og efnahagsgreiningum. En ég hef bara áhuga á samfélaginu og hagfræði er náttúrulega sko félagsvísitagrein. Það gleymist alveg ofboðslega mikið, en þess að hagfræðingar í seinni tíð hafa oft vilja koma fram svona eins og þeir séu svona svolítið svona raunvísindamenn. Þeir séu með svarið við öllu og séu að reikna sér niður okkur eina tölu, hlutinni séu svona svartur og hvítir. En ég vil að nálgast þetta svolítið öðru í sig, en ég er náttúrulega þekkt kannski heima núna í seinni tíð fyrir að vera, já, hagfræðingur, vera efnahagsmálasviðinu. Og þú þú fer í hagfræði í HÍ? Já, ég fer í grunnnám í Háskólanum, í Háskóla Íslands. Og hvað gerir síðan? Síðan byrja ég aðeins að vinna heima. Ég vann bara í eitthvað 1,5 ár í Arion banka, var í greiningadeildinni þar og var svo bara harða ákveðin að fara strax aftur út í nám, fór til Bandaríkjanna og byrjaði upparlega á því að fara í doktorsnám í hagfræði. Og ég fór bara beint í doktorsnám. Það er að segja, ég tók einhver svona meistaragráðu. Í Bandaríkjunum er það þannig að þú getur farið þarftu raunin ekki að vera með master sko, en þú ferð inn í svona 5 til 6 ára nám bara strax og ferð inn í svona lítinn hóp sko, og í millitíðinni getur þú fengið svona ígildi master svo heldur áfram. Okay. Og ég var alltaf rosalega námshestur og ég hafði, því ég var í hagfræðinni heima í grunnnáminu, ég byrjaði nefnilega í hagfræði haustið 2008. Já. Þegar hið mikla hrun reið yfir og ég vissi ekkert efnahagsmál. Skilur, það er engin hagfræðingur í minni fjölskyldu, það er engin svona í viðskiptalífinu. Það var eiginlega, ég ætlaði að fara í stjórnmálafræði, svo var eiginlega bara svona tilviljun, ég færði mig yfir í hagfræði. En ég fékk sko fyrstu vinnuna mína á meðan ég var ennþá í námi í Seðlabankanum með námi. Og þar hitti ég fólk sem sagði, já, það mun enginn taka í alvarlega sem hagfræðingur nema og fáir doktorsgráðu. Og ég var alveg rosalega metnaðarfull og mikill námshestur, þannig ég hugsaði bara, ég ætla bara beint í doktor. Svo tímdi ég heldur ekki að borga fyrir skólan í Bandaríkjunum og vissi að það var besta leiðin til þess að fá styrk var að fara inn í doktorsnám og fer í Boston Háskóla og átti bara mjög leiðilegt ár, fyrsta árið sem ég var að nynni. Það var ofboðsleg samkeppni og bara mjög svona léleg stemning, ofboðslega þurrt efni og fyrir svona manneski eins og mig sem er svolítið svona lífleg sko og langar að tala hlutina og ég var auðvitað líka svona mjög hafi verið fyrir áhrifum bara af öllu sem var í gangi bara, þú veist, efnahagsáfall, krísa, allt þetta. Svo einhvern veginn fer inn í lokaða skólastofu og þú ert bara einhvern veginn að reikna þig niður okkur hluti. Og það bara algjörlega datt svona einhvern svona kraftur úr mér. Varstu líka, gekk þér illa í þessari samkeppni? Var það eitthvað sem var að höggva í þig? Það hjó klárlega í mig að ég hafði fram að þessu, þú veist, ég var alltaf toppnemandi, þú veist, ég var alltaf efst í öllu og búin að svona selja manni svona þá hugmynd að maður væri svo vel undirbúin, þú veist, með íslenska menntakerfið og Háskóla Íslands svakalega góð gráða. Svo kem ég inn, helmingurinn á bekknum er frá Asíu og eru talsett eldri en ég með nokkrar masterskráður þegar fara inn í þetta og eru bara algjörar vélar. Og ég auðvitað sko, ég fekk alveg bara svona áfall verna þess að ég var sterkur námsmaður en ég hafði bara ekkert í þetta fólk. Nei. Og ég hafði óbúslega gott af þessu að fá bara svona smá svona raunveruleika tjekk sko á hvar maður stóð. En kannski líka sko hvar svona mínir styrkleika lágu. Ég meni, ég var ekkert eitthvað léleg í hagfræði. Ég var bara léleg í einhverju svona óbúslega flókinni diffurjöfnu, þú veist, fræðum, skilja, sem að ég hafði engan áhuga á. En ég hafði svona betið í mig að það væri svona eðlileg framvinda að ég doktor í þessu og ég mjög góð á svona tæknileg hliðinni. Og þetta var mjög gott svona reality check fyrir mig, áttum á því, ég var bara mjög sterk í að koma hlutum frá mér líka,
skilur, að lesa þessa pappíra, lesa hagfræði pappírana og þú þarft ekkert svona flókna menntun til þess að skilja þessa hluti heldur, sko. Þú þarft auðvitað að hafa farið í gegnum grunninn, en ég áttaði mig á því þarna að ég vildi frekar fara svona praktískari leið. Í Bandaríkjunum hafa stundum talað um þetta sem svona policy, þetta ekki, sko, hver besta þýðingin það í Íslandi, þetta svona bara svona hagstjórn eða bara svona beitingin á fræðunum frekar en hérna rannsóknunum per se og ég bara skipti kúrs, ég bara kláraði þann fyrsta ári og fekk masterinn. Já, fékkst master eftir þetta? Já, ég fekk masterinn, þetta var mjög mikið fyrir þessu master, þetta var hérna mjög þungu master sem ég tók, en ég var að hugsa daginn, ég var að segja við manni minn, ég held að ekkert hafi setið eftir þetta ár. Ok. Þú veist, mér finnst ég ekki hafa lært sko neitt tæknilega á þessu ári. En kannski bara svona tengslu við lífið, bara ákveðin leksía að kynnast öllu þessu fólki og sjá hversu hart þau eru að vinna og þú bara áttið þig á því að þú ætlar að skipta braut. Það setur nú væntanlega eftir. Já, ég meina það var bara klárlega, þetta var bara áfall fyrir mig á þeim tíma að skipta skoðun, skilji. Ég hefði alltaf bara verið með eitthvað plan, auðvitað hefði hlutinni breyst og allt það, en ég held að þetta sé eitthvað sem að margir svona, þú veist, þú verður 25 plus, þú nálgast 30 þá allt í náttar að því bara, ok, lífið eitthvað meira en bara eitthvað svona tímalín í námi. Já. Þú veist, þú heldur einhvern veginn ef að þú standiði vel bara í einhverjum svona hefðbundin stiga, hlutinni bara eitthvað svona falli með þér, svo lendur í svona lífskrísu sem áttur að því bara, já, ok, bara hamingja mín og væntingar eru falla einhverju öðru en bara, þú veist, hvað einhvern fekk í einhverjum kúrsi. Og þetta var svona ákveð, svona persónulegt áfall fyrir mig að þurfa að taka ákvörðun að hætta í þessu, þú veist, af því ég fjall ekkert út úr þessu, ég bara, þú veist, ég satt bara upp eftir þetta ár og hugsaði bara, guð mig góður, ég á bara eftir að deyja innan ef ég held áfram minna, vegna þess að þetta að draga úr með svo mikið kraft og það voru margir rosalega hissa á því að ég myndi stiga til hliðar úr þessu, vegna þess að ég var með hennar bakgrunn og ég var með þetta sem að, þú veist, veit ég hvað íslensk orðið við þetta, svona gritt, sko. Já, varstu upplifur mögulega og varstu að spyrja sjálf bara, er ég að gefast upp eða langar mér raunverulega að hætta? Já, mér fannst þetta bara að vera algjör uppgjöf, skilur, af því ég hefði oft bara, þú veist, ég tek rosa mikið á hnefunum og gera það ennþá í dag, en þetta er besta ákvörðun sem ég hef tekið, þannig að þess að ég endaði á frábærum stað eftir þetta. Okay. Þú veist, ég tók mér bara eins ás pásu og var ennþá úti, þannig að maðurinn minn var ennþá í náma þessum tíma og var að vinna bara verkefni, meðal hans fyrir forsætisráðuneytið, svona ráðgjafarverkefni og fyrir eitthvað blöðunum minna heima, á meðan ég sótt og fór bara yfir í annan nám sem var í Yale-háskóla, sem var þarna svona 2 tímum fyrir utan Boston. Og þar kemst ég inn í bara svona draumaprógrammið mitt, sem var svona lítil deild bara innan háskólans sem heitir Jackson Institute sem snýst bara svona, hvað ég segja, þeir kalla Global Affairs, bara svona alþjóðamál og þar taka inn bara lítinn hópa fólki, svona 20-25 manns í framhaldsnám sem að allir hafa áhuga á ykkur sem að svona tengt einhverju svona alþjóðlegu. En það getur verið bara mjög fjölbreytt, þú veist, með fólk eins og mig sem hafði áhuga á efnasmálum út frá svona einhverjum alþjóðlegum vinkli, en líka aðrir sem hafði áhuga á mannréttindamálum, voru krakkar sem hafði unnið í Hvíta húsinu, CIA, Pentagon, aðrir sem hafði verið að vinna bara í þróunarlöndum og þetta var bara alveg þú veist, getur ímyndað að koma úr umhverfin sem ég var í áður, þess að við lágum bara í diffujöfnunum og fólk sem var kannski ekki ofpasslega sterkt félagslega, sko, og fara inn í svona hópa fólki sem var að gera ótrúlega hluti og þetta var mjög svona, þetta var bara svona mjög inspirerandi fyrir mig að koma inn í svona hóp, sko. Þannig að þú finnur strax mun? Já, ég menn þetta voru bestu ár lífsminns á þeim tímapunkti allavega, sko. Og hvað, fólk allstaðar að, ég meina, og það er ekkert endilega hagfræðingar allstaðar að? Nei, alls ekki. Við vorum í bara miklu minni hluta og þetta er eiginlega bara besta sem hefur komið fyrir mig að fara mitt inn í svona hóp og ég held að sé mjög hollt, sko, fólk átti sig á því að þú verður alltaf miklu betra á þínu sviði ef þú nærð að tengja við fólk úr öðrum fögum, verðan þess að sérstaklega þú ert í svona grein svo hagfræði sem snýr bara að þjóðfélaginu og samfélaginu, þá verður að geta tengt við fólk, sko, og þú verður líka að fá einhvern veginn
að eiga samræði fólk sem hugsa hans öðru sem þú. Þess að þarna ertu með einstaklinga sem eru kannski ekki með eins þjálfun að nálgast heiminn frá allt öðru sjónar með því og þegar þú situr í tíma eða ert að leysa verkefni þá eru bara spurningarna sem kom upp allt aðrar. Þú veist, þú dettur ekki í þetta svona echo chamber sko, sem að þú dettur í ef þú ert bara með fólk sem er með nákvæmlega sömu þjálfunina. Þannig að ég held að svona þverfagleg þjálfun, þetta þarf að vera með eitthvað grunn, skilur, en þverfagleg þjálfun og nám alveg rosalega mikilvægt, bara sérstaklega í þessum heimisörum í dag sem bara mjög flókið fyrirbæri, sko. En eins og það að vera framúrskarandi í Háskóla Íslands í hagfræði og skólinn sem voru að tala fyrir það sem ekki vita Yale, einn af 10 Ivy League háskólum í Bandaríkjunum. Já. Það vesen að komast þarna inn. Já. Það ekkert bara eitthvað, ég sóttum og ég komst þarna inn 2 tímum frá Boston. Þetta er alveg mikið afrek að komast þarna inn. Mér langar svona að spyrja þess út í bara umhverfið. Ég meina bara fólki sem í kringu þig, talandi það að komast, þú veist, ég ætla að fara svolítið í samlíkinguna bara að vera lítill fiskur í stóru tjörn meðan á Íslandi þá ertu í háskólanum og kannski aðeins auðveldar að vera framúrskarandi, býst ég við. Lyfti þetta þér ekki líka rosalega upp? Bara hvað metnaður þýddi fyrir þér og þess áttar? Jú, auðvitað þetta, þú veist, þetta hvað ég segja, maður auðvitað mjög ánægð með sjálfan sig þegar maður kemst inn á svona stað. Ég sótti að þó nokkuð mörgum stöðum á þessum tíma og komst inn bara í nokkra svona ævilík skóla, valdi þetta prógram á þeim tíma. Þrátt fyrir ég hafi bara svona röklast úr hinu náminu, en það var líka vegna þess að það sem að sko reynsla mín í Boston gerði að hún gerði mig grein fyrir hvað mínu styrkleikar lágu. Já. Og það svo rosalega mikilvægt að maður vinna með sína styrkleika. Að ég var ekkert lélegur hagfræðingur, ég var bara lélegur svona teoretiskur, ég var ekki léleg, ég var bara ekki eins góð og bestu krakkarnir sem voru í þessum skóla voru í. Og þú kannski sást líka að hinir voru kannski bara betri í því að fókusa á einhverjar jöfnur og leysa þær en kannski ekkert góði að koma hlutunum frá sér eða tala þá eins og þinn styrkleiki mögulega. Já, og bara svona kannski svona breiðari nálgun á hagfræðina og sem að gera það verkum að þegar ég sótti í seinna skiptið þá var ég alveg með dúndur umsókn. Þess að ég vissi nákvæmlega hvað ég vildi gera. Okay. Þú veist, ég vissi nákvæmlega, þú veist, hvernig ég vildi hugsa hlutina og hvernig ég vildi skoða heiminn og þess að það. Og mér gekk ofbærslega vel í þessu námi. Ekki að það skipti eitthvað öllu máli, en ég var bara mjög góður kandidat í þessari deild og átti mjög góðan tíma þarna. En það voru krakka bara alls staðar á heiminn, þetta var náttúrulega mikið til Bandaríkjamenn. En fólk líka bara víða úr Asíu og Evrópu og Suður-Ameríku og þess að þar. En þetta líka mjög áhugaverður heimur til þess að stíga inn í verna þess að þetta er mikill svona forréttindi heimur og fyrir fólk komandi frá Íslandi það sem að það er svona hvað ég segi, ég meina það eru þetta stéttskipting hér en þú getur í rauninni bara farið í gegnum skólakerfi hérna og endað í Yale án þess að vera með eitthvað ótrúlega sterkt bakland. Ég meina foreldrar mínu fóru ekkert í eitthvað svona skóla, skilji. Ég man eftir í útskriftinu þegar maðurinn minn fór líka í Yale og hérna þegar við útskrifumst aðeins á mismunandi tíma að það foreldrar manns þau voru bara, þú veist, hvar eru við? Verna þess að hérna foreldrar hinna krakkana fyrir þeim var þetta bara svona ábærslega, auðvitað voru stolt en þau höfðu sjálf farið í eitthvað svona skóla eða alþjóðlegan skóla, þú veist, þetta er svolítið svona elítu heimur og það er líka svolítið sérstakt, mér þótti svolítið sérstakt hvað maður var að stíga svolítið frá upprunanum að fara inn í hennan heim. Þú veist, það er krakkar með þér í bekk eða í næsta bekk sem eru, þú veist, börn bara mjög frægra einstaklinga eða þú veist, þingmanna út í heimi eða forseta eða skilur herbyggisfélagi minn var dótturfyrirvændi forseta hérna Noregs og alþjóð heilbrigðisstofnunarinnar og þú kynnist alveg ótrúlegum einstaklingum þó þeir sé ekki eitthvað ótrúlegri fyrir vikið þó þeir sé tengdir þessu. Nei. En þetta er mjög áhugaverður heimur. Einmitt. Til þess að klára námskaflaðin, þú varst líka í píanónámi. Já. Á aðeins yngri árum reyndar. Ég ætlaði mér að fara í listaháskólan í sko meira nám á einhverjum tímapunkti. Þetta er náttúrulega auðvitað, ég hlæja þessu líka í dag sko. Ég kláraði 7. stig í píanóleik. Ok. Já. 7 af 7. 7 af 7. Og ætlaði mér að taka mig bara pásu frá námi eftir ég kláraði menntaskólan til að fara í meira píanónám.
Sastu bara teinrétt í baki og lærandi tónfræðina og hérna reyna markmið að ná 7. stiginu? Ég meina, ég var bara mjög metnaðarfull þegar ég var á þessum aldri. Fyrir mér, talandi markmið, ég var bara búin að ákveða, ég ætlaði að klára þetta. En hvað svo? Ætlaði ég var náttúrulega, ég áttaði mig auðvitað á því að ég var engin víkingur heiða, sko. Já, það er mjög mikið högg þegar að píanóleikarar átt að sjá því að þeir sé ekki víkingur heiðar. Ég meina, en þetta er svona ekta dæmi þú veist, þú fær bara smá svona raunveruleika tjekk og ég var meðvituð bara hver mín styrkleikar lágu. Ég meina, ég var góð í þessu bara alveg svo margir sem komast svona áfram, þú veist, eru góðir í þessu. Ég hafði mjög mikið áhuga á tónlist á þessum tíma og var með þess að semja smá og hérna og var mjög áhugasöm sko músík, en það fór ekkert mikið lengra af því ég var á þeim tíma svona svolítið realisti sko og áttaði mig á því bara að ég væri mögulega ekki að fara að vera sterkasta manneskjan, þannig að það var eins gott bara að leggja til hliðar, en ég spila ennþá hans í dag og svo leið sko. Ok, gekkja. Ertu bara í klassikinni eða heyrir eitthvað gott lag í útvarpinu og hvað, ætlar að reyna að pikka þetta upp á píanó? Já, ég ger alveg eitthvað að því sko, en en þetta er samt ákveðin svona baggi sem fylgir ég hafa verið mjög klassísku námi að þú veist, það vantar svolítið, maður er ekki alveg ná slakur. Nei, einmitt. Maður er bara að skóla mann í því að spila bara leiðileg lög. Maður þarf að búa til einhver svona sko, virðingu fyrir þeim til þess að nenn að spila. Ég man eftir ég var í svona hópa, svona píanóhóp sko sem að hittist, hérna sem píanókennarinn minn tók, þú veist, var hérna, valdi nokkra aðala sem við vorum að svona spila fyrir hver aðra eitthvað á einhvern tímapunkti var ég að semja ykkur lög og svona syngja með og ég man eftir að stelpunir í hópnum voru alveg, Kristján, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Þá þótti það rosalega merkilegt að mér tækist að gera eitthvað meira við þetta sem væri ekki bara eftir blaði sko. Já, einmitt. Af því að maður er svona hálfpartið skammaður fyrir að fara svona off cue sko. Einmitt, þetta er ferkantað sko. Þetta er svolítið ferkantað og ég held að hérna, ég hefði örugglega notið mín líka, ég ætla ekki að segja betur, en stundum sé ég eftir að ég hafi geitt meiri tíma í svona aðeins afslappari leik sko. Já. Af því ég þarf svolítið að beita mér í dag ef ég ætla að gera eitthvað áhugavert á hljóðfærinu. Maður er alveg rosalega uppskrúfaður. Já. En þetta er auðvitað bara ægi, bara eins og að vera í íþróttum, skilju. Það er náttúrulega margir sem tala um það sé ég holdt að vera í ykkur svona meðfram námi, þetta náttúrulega veitið er rosalega aga. Og síðasta árið því ég var í menntaskóla, þá var ég meira þess að utan, síðasta önnina var ég utanskóla, svo ég geti verið heima að æfa mig. Varstu svona djúp í þessu? Ég menna, þú veist, það fer bara þegar þú ert að taka 7. stig, það fóru bara þú ert að æfa þig bara nokkra tíma á dag, sko. En hérna, já, þetta er bara þeim ferli er lokið. Ok, alltaf læg. Sjáum eftir þessum ferli, en við mistum eitt góðan píanóspilara þannig. Já, er aldrei að vita, ég menna, ég hef nú skipt karriera áður, það getur vel verið að maður kannski fara inn í þetta sem. Víkingur heiðar sveittur að heyra þetta? Nei, ekki allan aftur á píanó. Já. Herru, ok, klárar Yale, útskrifast þaðan, ákveður að klára námið. Varst bara nokkuð sátt að það? Já, klára það nám, já. Og útskrifast með hvaða gráðu? Master í alþjóðafræðum, heitir það. Ok, kom með annan master? Ég kom með 2 master, já. Og þú ákveður að vinna úti? Stendur þetta bóða? Já, ég sem sagt, þegar ég er í Yale, þá, hérna, þetta prógram sem ég var í var þessi eðlis að þetta var svona lítið prógram og stofnunin það voru bæði bara svona kennarar og prófessor frá Yale og svo voru líka svona fólk sem svona fyrirlesarar sem að komi úr atvinnulífinu, komi úr svona non-profit, svona félagsamtaka geiranum. Er það ekki skemmtilegt við svona nám? Mjög skemmtilegt. Þú veist, þá voru kannski, þeir sem að voru á mannréttindahliðinni, þá var kannski yfirmaður hérna, lækna á landamæra sem var að kenna eitt kúrs og ég meni, ég tók námskeið þar sem að Timothy Geithner sem var fjármálaráðherra Bandaríkjanna á sínum tíma var að kenna nokkra tíma. En ég menna þetta er náttúrulega fáránlegt sko, ef þú hugsar út í það. Ég menna þú ert bara aðgangurinn af fólki. Þetta er ótrúlegt sko. Þannig að þetta er auðvitað svona rosalega svona uppörvandi ef maður er á réttu sviði að hitta og sjá þetta fólk. En það er mjög áhugavert hvernig hérna, vinnumarkarinn í kringum þessa skóla virkar og ég er ekkert viss að allir á Íslandi átti sig á því. Og þetta er eina af ástæðan fyrir oft talað að þú veist, Bandaríkin sé svona svolítið exclusivt svæði, það er að segja þú veist, við upplifum þess að Ísland sé svo lítið land að við svona vitum öllum svo er þess að fyndi, svo kemst inn í svona skóla úti þá allt í henni byrja alltaf að hitta sama fólki allstaðar, þú ferð til New York á eitthvað stað, á eitthvað fund eða eitthvað svona networking event eða eitthvað og þá hittur þennan sem þú hittir í Princeton á daginn og veistu hvað ég meina, þá ertu allt í henni komin í svona lúppu
svona virkar þetta í svona stærri samfélögum að þetta er svona elítu svona box Já. og auðvitað fólk á alls konar bakgrunn sem þetta inni en þetta, þú einangrast rosalega og stóru fyrirtækin stóru bankarnir, stóru ráðgjafafyrirtækin svo flottu fyrirtæki sem öllum finnst svo smart sko þau koma bara já, ég hef svona bara skipta skoðinu á því hvernig fólk álítur svona starfsemi en þau koma bara á campus til þess að reyna að ráða fólk og þau eru ekkert endilega að pæla í því þú veist, ef það er stór banki sem kemur að þú sérst endilega í viðskiptafræði þú veist, þú getur verið í heimspeki en ef þú ert bara í Yale, þá hlýtur að vera rosalega klár og svona þengjandi típa og það er bara, þú veist, þessi krakkar eru bara sogaðir inn mjög snemma og ég var heppin að þýldum til að þessi deild sem ég var í því vorum að tala um þessa mentora og svo leiðis þú fékkst svona mentor sem var að hjálpa þér sem var svona utanumkomandi en var að kenna við deildina já, og fólk náðu þetta svona mismunandi tengslum við sína mentora en ég var mjög heppin að ég var með mentor sem tók bara eiginlega ástfóstri við mig fyrsta daginn og það er maður sem heitir Stephen Roach og hann var sem sagt fyrirverandi aðalhagfræðingur fjárfestingabankans Morgan Stanley bara í 30 ár og var yfir Asíudeild bankans í langan tíma og er svona frekar þekktur í Bandaríkjunum. Þannig að það eru sleggju mentorar þarna í boði. Já, ég menna þetta er alveg, þú veist, bara mjög flotta típur sko og hann bara, ég hef oft sagt að vinna í seinni tíð en þá oft í samskiptu við hann sko ég skildi aldrei af hverju hann strax bara, hún fannst ég bara einhvern til þess að halda utanum, að hann ekkert séð frá mér sko, í rauninni, það var eitthvað sem hann sá í mér og þú veist, það situr rosalega eftir í mér og ég hef reynt að svona gefa það svolítið áfram, þar sem ég geta gert það, bara varandi ungt fólk eða unga konur eða strákar sko, það getur skipt svo ofbærslega miklu máli og þú hafir eitthvað sem trúir á þig snemma. Þannig að þið vantar oft sjálfstraust á einhverjum tímapunkti og hann sá náttúrulega, ég var með ákveðna svona greiningarhæfni, ég var mjög sterk í þessum efnahagsmála kúrsum sem ég tók hjá honum, hann var mikið að velta fyrir sér sambandi Bandaríkjanna og Kína, efnahagsmálin í Japan, Evrópu, þetta var náttúrulega eftir krísuna 2008 og ég var á fullu í þessu að pæla í, þú veist, mistökur sem voru gerð í efnahagsaðgerðum í öllum þessum löndum og hann að skrifa greinar í Financial Times og allar þessu flottu tímar og við vorum öll, þú veist, bæði að pæla í þessu og ég ætlaði að fara þegar ég var þarna, þá ætlaði ég að fara og vinna í einhverju svona non-profit, svona ráðgjafa starfsemi, ég ætlaði ekki að fara í fjármálageirann en hann segir mér, Kristján, veistu ég held að þú veist, þú væri bara rosalega flottu kandidat í að fara inn í svona greiningadeildir. Þú ert bara með rosalega góða greiningarhæfni, svo góða, svona eins og ensku að segja að pitcha, þú veist, að selja hugmyndina, þannig að góðu sölumaður, ekki talaði fólk. Sem vantar oft, þegar það ert góðu greinandi. Það vantar oft, sko, og að hann sagði, ég menna, svo er bara þessi fyrirtæki þannig að þetta er svo stórt plattform og ferðarna inn og þú getur bara gert ótrúlega hluti, þú veist, þetta er bara eins og að lappin í sætt samfélag, ég menna Morgan Stanley, það eru 50.000 manns sem vinna hjá Morgan Stanley, skilur og ég svona, já, þú veist og ætlaði svona að reyna að sækja um eitthvað annað en vandinn líka við og ætlar að fara inn í svona non-profit og ætlar að, ég voru áhuga að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum, eitthvað svona þá þarftu ofta að fara og vinna sko launalaust í eitthvað tíma þú veist, þú ert eiginlega í svona unpaid internship, þú veist, yfir sömur og ég hef ekkert efni á því á þessum tíma ég var að reyndar að fullin styrkarni í Yale og það var aðalástæðin fyrir gat gert þetta. Mér vantaði bara pening líka. Og svo byrjaði ég að fara í þessi viðtöl fyrir bankana og það er nú bara reynsla fyrir sig sem ég held að margir Íslendingar hafa ekki gengið gegnum. Því er þetta bara svona, þú tekur upp síman, sendir eitthvað CV, mætir í viðtal og það er eitthvað svona aðeins spjallaði við þig, skilur. Þarna ertu bara drillaður, þú veist, og það fer bara þú getur ekki ímyndaði hvað fá mikil tími hjá mig bara ég hef undirbúin fyrir viðtöl og þú ferð kannski í, þú veist, 5 round skilur, fyrst hittur eitthvað junior svo hittur eitthvað sem er aðeins meira senior svo endar að hitti eitthvað svona framkvæmdastjóra og þetta er rosaleg reynsla þetta er eiginlega bara, veist, ég ætla ekki að gera lítið úr öllu sem ég lærði en bara þessi reynsla að fara í gegnum viðtalsferli er alveg ofboðslega góð ekki bara til þess að reyna að ná starfi heldur líka bara fyrir sjálfa þig
þú þarft að selja sjálfu þér fyrir viðtali, vil ég fara í þetta starf? Einmitt. Venn þess að fólk, þú veist, að spyrja þig út úr, af hverju viltu gera þetta, hvernig komstu hingað, getur nefnt með dæmi þar sem að þér leið svona eða svona, hvernig brástu við? Og Nei, ég ekki með neinn dæmi, sko. Nei, ég að segja, þú getur ekki mætt bara og bara eitthvað, ég veit það ekki. Einmitt. Og þú lærir, Kanin segir svona, kallar þetta svona know your narrative, sko. Kunna söguna þína, þegar fólk fílar sögur. Einmitt. Og Var eitthvað verið að klekkja á þér þannig í þessum viðtölum? Já, blessaði vertu, ég meina þú fær bæði svona persónlegar spurningar, þú veist, ekki svona eitthvað, þú veist, hvernig leiðir í æsku, heldur bara svona, þú veist, lendur þú í ykkur tilviki þar sem að þú vannst með ykkur sem var erfiður og hvernig leisturu, þú veist, það og eitthvað svo leis. Og svo færðu líka bara eins og í mínu tilviki að því ég var að reyna að komast inn í svona greiningadeild þar sem að var verið að reyndar ekki eins mikið á efnahagsmála hliðinu, meira svona fyrirtækja hliðinu, sko, hvernig fyrirtæki í rauninni bara greina hlutabréfaverð, sko. Og þá færðu bara dæmi, hér er fyrirtæki X sem gerir Y, svo gerist þetta, hvernig myndir þú bregðast við? Og þá þarfst að vera mjög fljótur að hugsa á staðnum. Og í þetta fór ég í gegnum og eitt alveg rosalegum tímum í einhverjum háhýsum í New York og á einhverju tímpúnti þá hugsa maður þetta bara, hvað, þú veist, hvernig endaði ég hérna? Skilur, þú veist, pabbi minn er þjóðfræðingur, mamma heilsugæslulæknir, þú veist, það er engin skilninga sem ég er að gera og ég siti hérna í einhverju drakt, þú veist, inn í Goldman Sachs, skilur, að tala einhver hlutabréfaverð, sko. En þetta gekk og ég endaði á því að fá vinnu hjá Morgan Stanley. Það auðvitað hjálpaði það rosalega til, ég fekk starfstilboð í öðrum bönkum, sko, líka, en að ég var náttúrulega með Steve, mentorinn minn, hann náttúrulega bara agiteraði mér fast líka fyrir í kemstöðnin, hann þekkti yfirmann greiningdeildarinnar, en ég fór í gegnum mikla síu og vinn fyrsta sumarið í New York og það er svona í rauninni bara eins og 10 vikna viðtal. Það er að segja, þú veist, þú færir svona sumarstarf og síðan er tekin ákvörðun undir lok sumarsins hvort þú sérst ráðin áfram. Og það er auðvitað ekkert allir sem að fá starf áfram, sko. Og þú ert að tala þarna Morgan Stanley bara eitt stærsta fjárfestingabanka í Bandaríkjunum. Já. Hvernig þú veist, eins og þú talar þegar þú komst inn í Boston University að bara dróður þér kraftinn og allt þetta, hvernig varst að fílaði þarna? Þarna er kannski aðeins meira undir, þarna er þetta ekki að sækjast í lærdóm, þarna er þetta að sækjast í, ég ætla ekki að segja eingöngu pening, en þú veist, þarna er verið að borga þér fyrir að gera eitthvað, þannig er kannski svona ennþá líklegri til að fara eitthvað á hnefanum. Var þetta að gefa þér mikið? Sko ég held að þegar ég byrjaði í þessu, þá var ég rosa mikið bara á hnefanum. Mér fannst þetta náttúrulega mjög spennandi og áhugavert að fá tækifæri til að bara starfa í svona stofnun. Ég komst líka inn á svona aðeins hærra leveli, þar að segja, þú veist, þú byrjar, þeir sem útskrifa fyrstu háskólafarin á level sem heitir analyst, svo ferðu þið inn á stig sem heitir associate og ég kemst inn á associate leveli strax, sko. Þannig að það eru svona aðeins meiri kröfu gerð til minn strax. Og það, þú veist, ég var náttúrulega bara rosalega metnaðarfull og ég var bara með eye on the prize sem var að fá, sko, starfstilboð, vegna þess að ég vildi bara hafa valkostin, skilju. Ég geti þá bara labbað í burtu frá því ég vildi það ekki. Og þetta var náttúrulega mjög spennandi á þessum tíma. Ég held ég hef ekkert rosalega mikið verið að veltaði fyrir mér hvort að, þú veist, mér finnst eins og þetta var eitthvað sem ég myndi vinna við að eilífu, en þú dregst auðvitað inn í svolítið svona ljóma tengt þessu. Þú veist, þú lappar þarna inn, þú byrjar að vinna klukkan 6:30 á morgnana. Á þessum tímapunkti var ég í New York og höfuðstöð Morgan Stanley er á Times Square og þú lappar inn þarna 6:30, engi túristar á Times Square, en þá allir sofandi, kemur á lestinni, tekur liftun inn upp á 38. hæð, skilju, situr þarna okkur skrifstofu og horfir yfir allt, skilju, og það er, hvað ég segja, þú veist, þú smitast svolítið af umhverfinu, skilju. Svo er þetta svona glam tengt í að, þú veist, manneskjan sem er yfir þér er í fréttunum eða er á CNBC í sjónvarpinu og skilju. Og þannig að það er svona fyrir fólk sem er rosa metnaðarfullt, þá sógastum í fljótt inn í svona umhverfi. Og þú getur gefið af þér mjög mikið í einhver tíma en á einhver tímpúnti þá auðvitað svona brennur svolítið úti. Þannig að þess að á þessum tíma, þú veist, fyrsta sumar sem ég var að vinna þarna, þá var ég að vinna kannski 14 tíma á dag,
gerir ekkert annað en að mæti vinnuna, skilur. En auðvitað fyrir mig, talandi það að vera, þú veist, stór fiskur, lítli tjörn hérna heima, þetta var líka svona svolítið súrrealist fyrir mig. Ég er mjög mikið tungumálamannska, hef alltaf verið, ég bjó hérna í bara stuttan tíma í Bretlandi sem barn, en lærði ensku rosa hratt og og ég sko eiginlega ekki með neitt treym því ég tala ensku. Og mjög svona aðlaði mjög fljótt aðstæðum og það vissi enginn að ég væri Íslendingur. Já, ok. Þetta var mjög sérstakt og þá þetta hljómar og svona, eins og góð ensku. En þetta var, partur af því var líka að í Bandaríkjunum er þannig, ólíkt sko í London, þú veist að vinna í alþjóðlegu fyrirtæki, þar eru rosa margir allstaðar á Evrópu. Í Bandaríkjunum er ekkert rosalega mikið af útlendingum að vinna hjá bandarískum fyrirtækjum. Ég var eiginlega eini útlendingurinn sem var á minni hæð, þannig að það gerði allir bara ráð fyrir því að ég væri svona með íslenskan bakgrunn, skilur. Foreldrar mínir hefðu kannski flutt anga inn eitthvað svoleiðis og það var rosalega sérstakt að upplifa sig á þessum stað, á þessum tíma, en það sem ég ætla að segja með að vera lítill fiskur stór fiskur lítill tjörn, svo átti ég svona mómentar sem að það var verið að ákveða sko hvort að maður kemist áfram, partur af því ég var að vera með svona stóra kynningu fyrir alla deildina, það sem varst að pitcha, varst að reyna að selja hugmynda að einhverju fyrirtæki. Og það gengur svona rosalega vel hjá mér og ég fæ bara pósta frá öllum í deildinu bara, þetta var stórkostlegt, bara yfir með deildarinn var bara, ég hef bara aldrei séð, þú veist, sumarstarfsmann standi sér svona vel í ykkur svona. Og auðvitað, ég meina, ég er að segja þér eitthvað núna sem ég hef lengur sagt með manninu mínum, sko, ég er ekki að segja þetta upp á egoið, þetta er bara á þessum tímapunkti, auðvitað, ef þú stendur á hæð, 38. hæð, skilur, fyrir framrælt þetta fólk, þú ert að pitcha á öðru tungumáli en þitt grunntungumál og þú fær svona viðbröð, auðvitað kýtlar þetta egoið á þér og það kemur upp svona smá svona megalomaniac í þér, sko, þú veist, svona bara áfram og ég áttaði mig alveg á því, ég var mjög góð í þessu, sko. Síðan ég annað mál hvort þú viljið gera þetta lífsstarfi, en svona gera þetta og þeir eru mjög góðir í þessum stóru fyrirtækjum að kræki því hratt, skilur. Vegna þess að þeir vilja, þú veist, að rækta ákveði svona loyalty að fyrirtækinu, þau vilja ná, þú veist, fólkinn þegar það er ungt. Þannig að það sé ekkert að fara neitt mikið annað, en þú þarfst að leggja svo óbúslega mikið á því fyrstu árin þarna, að þú ert ekki keyptur inn á, ert ekki farin að drekka kúleitið, skilur, þá ert ekki að fara að eyða bestu árin lífstíns í að gera eitthvað svona. Þannig að ég var alveg öll keypt á þetta, en síðan þetta kemur að því bara setna meir og það er svona kannski lengur sá baku það, en ég endaði að flytja mig yfir á London skrifstofuna, maðurinn minn flyttir til London út af öðrum ástæðum og ég á þetta bara svona mómenta sem ég hugsa bara hvað er ég að gera, því ég var komin til London þá var ég að vinna við að greina svona netversluna fyrirtæki, þannig ég vil skoða fyrirtæki eins og ASOS og Jux og Net-a-Porter og svoleiðis. Og þetta var bara svona algjörlega á móti öll því sem ég trúi á, svona fast fashion, skilur, þú veist, ég var að vinna við það, þú veist, að fara inn á heimasíðunar og skoða hvað bólinni voru að kosta og eitthvað til þess að athuga hvað verðið var búin að hækka mikið og einhverju tímapunktur var bara, what? Já, þarna byrjuð að draga hans úr kraftin. Ég meina, þá ferðu þetta bara að hugsa, skilur, þú veist, öll þessi menntun, allt þetta sem ég er búin að mennta mig í og afla með þekkingu og ég hefði áhuga á stóru myndinni og svo er allt í henni bara farin að skoða eitthvað tube top og ASOS. Nei, þú veist hvað ég meina. Þannig að það var auðvitað svona ákveðið líka raunveruleika tjekk og ég áttaði mig kannski líka á því að, þú veist, maður var farin að svona dragast inn í ákveðin kúltúr sem maður kannski samsvaraði sig ekkert rosalega með. Þú veist, búin að fara til á hnefanum, skilur. En í lok dags þá er þetta kannski eitthvað ekki staði sem þú vilt sko ílengjast á. Ok, og þú fannst það bara hjá þér, þetta var ekkert endilega eitthvað sem langaði til lengri tíma? Já, ég fann það bara, ég var að dragast inn á braut sem ég hafði ekkert beint áhuga á, skilur. Ég hafði áhuga á því, ég var góð í því, skilur. En það er ekkert endilega samasemmerki þess að maður er að gera það. Og aftur snýrðu þá kannski svolítið baki við einhverju sem varst búin að taka ákvörðun að gera, eins og gerir með Boston háskóla, þá þarna yfirgefuru þessa stöðu, eða ekki? Jú, ég hætti bara þarna og það var eitthvað sem mörgum þótti líka áhugavert. Ég meina, ég var bara að hafa ótrúlega mikið fyrir að komast þarna inn, berja með því líka samkeppni og mér var haldið á lofti þarna. En
hvað ég segja, þú veist, ég áttaði mig líka á því að hérna, ef ég myndi bara halda áfram með þessari braut, þá væri svolítið ekki aftur snúið, skiljur, þá var ég líka bara að sérhæfa mig mjög mikið á ákveðnu sviði, það er alltaf sem að gerist erlendis, sko, þú ferð inn á mjög svona þröngt level, sko, þú ert að vinna í greiningadeild, en ekki bara greiningadeild heldur, greiningu á hlutabrjöfum, ekki bara hlutabrjöfum heldur greiningu á þessu svæði og svo þessu fyrirtæki og svo allt í einu ertu bara ótrúlega góður í einhverjum 3 hlutum, skilur. Og það virkar auðvitað í svona stærri kerfum. En mitt áhugasvið hefur alltaf verið miklu breiðara. Mér hefur alltaf langað að ræða svona stóru myndina og aðeins svona flóknari hluti og samspil þeirra. Og þetta, fyrir mér var þetta, ég fekk ekkert rosalega mikið svona hvað ég segja, svona intellektuál útrás. Þú ert ekkert mikið að tala hvað ég segja, svona stóra strauma í heiminum þegar þú situr á svona treytingólfi og ert eitthvað að reyna, reikna út eitthvað hlutabrjöfverð, sko. En sumir myndi bara þakka þá löngu niður í sér út af því að þeir fá nú há mánaðarlaun, þú veist, og það er mjög eðlilegt að ef þú kemst, fólk sem er að hlusta á heyriði standandi á 38. hæð að negla einhverja kynningu og þau eru að hugsa bara, þetta, ef ég væri þarna sáttur, bara ég myndi krossa fingur okkur einstu að ég er ekki látin fara. Þú veist, ertu þarna á góðum stað, ertu að fá býðstir mögulega í framtíðinni eða á þessum tíma að fá góð laun? Hefur þú getað bara komið þér í mjög örugga stöðu? Já, bara fyrir framtíðina líka? Já, ég meina, ég var bara komin á ákveðið trakk, skilju, sem ég ákvað að stíga af. Ég meina, þetta er líka bara samspil, þú veist, hvers konar líf þú vilt hafa, sko. Ég meina, maðurinn minn var líka að vinna þessum tíma í banka og vann mjög mikið. Þú veist, maður hugsa okkur, hvernig ætla ég að vera með fjölskyldu í svona umhverfi? Hvernig ætla ég eignast barn í þessu umhverfi, langar mig að búa í lífi erlendis, ef ég fer ekki heim núna er ég að fara að festast í svo vera erfitt fyrir mig að snúa aftur, þannig að þetta var bara mjög meðvitað ákvörð sem ég tók. Ég hefði þetta geta verið bara á miklu hærri launum og haft það fjárhagslega ofboðslega gott, en á sama tíma, sko, þú veist, það er líka dýrt að búa í New York og London, að mjög fyndið, sko, ég man eftir að hérna svo sem að var yfir teiminu mín í London hérna, hann var á því líkt háum launum en hann átti aldrei pening, verna þess að hann átti hús og svo þurfti hann að borga einkaskóla undir 3 ára strákinn sinn og 5 ára strákinn sinn og 10 ára stelpuna sína og svo konan hans auðvitað ekki unni verna þess að hann var að vinna svo mikið og þú kemst inn í svona lífstíl þar sem að þú ert að græða rosalega pening en það er svo dýrt fyrir það að lifa og ég held að það sé svona umhugsunarefni kannski fyrir okkur sem erum á Norðurlöndunum þar sem að við erum að reyna svona að halda lífstílinum aðeins niðri og reyna að halda svona mununum á hæstu og lægstu tekinum aðeins minni en þess að það sem að gera náttúrulega bara lífið þess virði að minnsta kosti fyrir mig er að bara vera með góð lífsgæði og það felst ekki endilega í því að vera að kaupa alla þjónustu af því að þú hefur ekki tíma til að sinna þinn sjálfur. Ég meina þessi bankar eru þannig og þessi svæði bæði í Manhattan og London að þú getur retta öllu á, 500 metra radíus, skilju. Það er hérna dry cleaner, á hæðinni fyrir neðan, það er gym á hæðinni fyrir neðan, það eru fatabúður á hæðinni fyrir neðan, þú getur fengið allt heimsent í vinnuna, það er allt gert, svo þú þurfir ekki að fara úr vinnunni, í rauninni. Af því að þú hefur aldrei tíma til þess að fara úr vinnunni. Og þetta er náttúrulega ekki, fyrir mér var þetta ekki eftirsóknarvert líf. Okay. Og ég hef aldrei verið með eitthvað metna að verða eitthvað ofboðslega efnuð mér langaði bara að hafa það fínt þannig að þetta var bara mjög meðvitað ákvörðun að hætta þarna. Gekka. Jú, vonandi skilur hvaðan spurningin kemur út af því að ef einhver myndi væri með, það er margt sem fólk myndi gera fyrir 50 milljónur á mánuði. Það myndi bara láta sig hafa ansi margt. Þannig að þú tækir þess ákvörðun, það er ekkert skrítið að fólk í kringu þig hugsi, bíti, er ekki eitthvað annað þarna á er ekki eitthvað annað sem er að spila inn í? Og ég get alveg skilið það. Ég meina, fólk hefur bara alls konar ástæði fyrir að gera það sem það gerir. Fyrir mér var þetta bara að fara að snúast bara hvers konar mannskja vil ég vera. Þú veist, hver verður mín arfleið, hvar langar mér að enda í lífinu, skilu. Og ég var þetta líka bara komin í, þú veist, við skulum ekkert skafa af því. Ég var bara komin í okkur forréttindastöðu, skilu. Ég gat tekið svona ákvörðun og gat hugsað, ég kom með einhverja smá reynslu. Mér hefur gengið vel, ég get labbað mögulega inn í eitthvað annað starf sem er ekki eins vel borgandi en ég mun bara hafa það fínt og ég get bara reyft mér að taka þá áhættu og mér finnst nefnilega þessi umræða oft svona eitthvað áhættu tökur lífinu, hún er svo afstæð, skilji, því að þú ert bara komin á ákveðin stað eins og ég var komin á. Ég meina, fólk sem er á lægri tekjum eða kemst ekki svona langt út af alls konar ástæðum, félagslegum ástæðum, bakgrunn þess að þar,
það oft ekki stöðu til að taka svona ákvarðanir, það þarf bara að fara í vinnuna og sinna sínu, skilju. Og þá þarf maður líka stundum átt að segja, ok, í hvað ætla ég að nota mín forréttindi? Bara ég að græða meiri pening, eða ætla ég kannski að fara að gera eitthvað sem að mér finnst áhugaverðara. Það var það sem ég ákvað að gera. Og þú ákveður þá að flytja heim í kjölfarið? Já. Til Íslands? Já. Með fjölskylduna? Ég með manni minn, á þeim tímapunkti átti ég ekki barn, það var 2017. Og ég byrja á því ég kem fyrst heim þá fyrir ég að vinna hjá Viðskiptaráði Íslands, sem eru svona í einu orði sagt bara hagsmunasamtök fyrir vistarlífi. Og á þeim tímapunkti þá hafði ég aðalega áhuga og mig langaði bara að fara í einhverja vinnu þar sem ég gat verið í svona, efnahagsgreiningum eða svona þjóðmálagreiningum. Og var kannski ekki rosalega mikið að velta fyrir mér vettvangnum sem ég var að fara inn á, skilur. Hún Ásta Fjellsteð sem mjög góð vinkona mín í dag, hún var þá líka að flytja heim frá Japan og var að taka við Vistaráði og ætlaði sér að svona svolítið umbreyta ásýndinni og hafiði mjög svona stórar hugmyndir það og ég var mjög inspirerað að því sem hún ætlaði að gera og það bjargaði mér líka einhver leiti að hún var að fara inn á sama tíma, þannig að þeir sem hafa búið aðeins erlendis getur tengt við þetta, það getur verið stundur svolítið svona, ég veit ekki, það svolítið skrítið að koma heim. Maður einhvern veginn búin að vera svolítið frjáls erlendis og fólk einhvern veginn ekkert með, nefið hann í hálsmáli á mann, maður getur bara gert það sem hann sýnist og svo kemur heim og þá bara einhvern veginn vita allir allt hann og allir að skipta sér að sér og allt svo lítið og manni finnst undir hlutinni vera einhvern veginn svolítið sveit og þá var svo gott að hafa einhvern annan sem var líka að koma úr sama umhverfi. En ég fann það mjög fljótt að ég átti kannski ekki rosalega vel heima þarna. Í Viðskiptaráði þá? Nei. Það var margt mjög gott sem var verið að gera þarna en ég á mjög erfitt með að segja eitthvað sem að mér finnst ekki, opinberlega. Og ég hef bara mjög sterkar skoðanir á hlutunum og þau þurft að vinna í hagsmunasamtökum, ég ekki að segja maður, ég bara alltaf að láta allt flakka, guð minn góður, en þá bara svolítið svona lína sem tekin í hagsmunabaráttu og ég var kannski ekki alltaf á sömu línu. Þrátt fyrir að mér finnst bara mjög mikilvægt að viðskiptalífi sé heilbrigt og mér finnst bara mjög mikilvægt að fólk upplifi ekki að það sé bara ein tegund af manneski sem að vinna í viðskiptalífinu, það sé bara ein tegund, það sé bara fólk sem mjög hægri sinnað, það í sjálfstæðisflokknum sem í viðskiptalífinu, skiljum við. Og þannig að mér þótti bara mjög áhugavert tækifæri að fara þarna inn, en þetta var kannski ekki, þetta passaði ekki alveg mínum karakter að vera í þessari hagsmunagæslu. Og það kemur bara upp á svipum tíma og ég á svona þessar hugsanir bara nokkrum mánum eftir ég kom inn, þá býðst mér sem sagt að fara inn í Kvikubanka og byggja upp stöðu aðalhagfræðings þarna. Morgan Stanley Íslands. Morgan Stanley Íslands, svo sannarlega. 8. hæð. 8. hæð, einmitt. Vantaði 30 viðbót. Og fyrst þegar ég fékk þetta starfstilboð þá sagði ég nei. Vegna þess að ég sagði bara, veistu, ég ekki að fara aftur að vinna í banka. Ég ákvað að fara út úr bankageiranum. Mér langar ekki til þess að gera þetta. Mér langar að vera í efnahagsmálum, mér langar að vera í stóru myndinni og þess að þar. Og síðan, þegar ég áttaði mig á því að ég hefði tiltölulega frjálsar hendur í þessu hlutverki, þar að segja að ég hengi svolítið að leggja línurnar, auðvitað þurfti, maður getur ekkert sagt hvað sem frekar en maður getur það í einhverju vinnu, þannig séð. En að ég hefði frekar frjálsar hendur. Það áttaði mig á því að þetta væri kannski bara ágætis tækifæri til þess að nota þetta sem ákveðin plattform til þess að reyna að svolítið rífa upp bara efnahagsmál umræðan á Íslandi. Þannig að mér tókti hún oft vera svolítið einhliða. Hún stýrist líka mjög mikið svona að hagsmunaaðilum sem ég bara eðlilegt að mörgu leiti. En ég var auðvitað nýkomin, svona tiltalið nýkomin að auðvitað með alla þessa fersku þekkingu og mér fannst oft svona hagfræðumræðan og fjármálumræðan vera svolítið einsleit. Og ég hugsaði bara, þetta kannski bara tækifæri fyrir mig til að fara þarna inn og sýna smá lit og reyna að hafa svolítið áhrif á umræðina. Og það gekk að mörgu leiti bara. Ég var þarna í 3 ár og sérstaklega núna síðastli ár var náttúrulega mjög áhugavert fyrir mig og ég fekk mörg tækifæri til að koma fram opinberlega, hafði þetta gert það en það var kannski meira svona í minni kreðsu, fólk í fjármálalífinu sem ég vissi hver ég var. En síðan ríður bara yfir stærsta kreppa, síðustu 100 ára og það var auðvitað svolítið svona mómenta sem annarkost bara
þú veist, trekkur eða stekkuru og hérna, þú reynir að koma einhverju almennilega efni frá þér og það var svolítið svona kannski árið sem að fleiri byrjuðu að kannast við mig, held ég. Já, og hér sitru Já. með gríðarlega þekkingu Já, og ég er með svona, við erum með það sameiginlega markmið að reyna að tala svolítið skýrt og útskýra flókin málefni, allan fyrir mér, þetta er flókin Já. málefni fyrir mér. Já. Þó svo að við höfum bæði farið gegnum sama skóla, Já. sem er endur ekki Yale því miður, en hérna þá er ég ekki alveg með sömu þekkingu og þú, þannig að við erum alveg svona svolítið búin að semja það að ég fá að spyrja þig heimskulegur spurningu og þú reynir að svara þeim eins vel og hægt er. Algjörlega, ég held sko hagfræði og efnahagsmál eru miklu meira spennandi fyrirbæri en fólk heldur. Hérna hagfræðingar er svolítið þekkti fyrir að vera þurrir á mannin. Já. Það sé svolítið svona eitthvað svona annað tungumál og ég veit ekki hvort þetta sé viljandi gert, hvort þetta sé típan sem að laðast inn í þessa grein eða hvort að þetta sé svolítið svona fólk er bara að reyna að búa til eitthvað svona eitthvað mystík í kringum þetta. Það er líka með svona þekkt fyrirbæri hérna heima að hérna tala svolítið í svona slagorðum og frösum og svo þegar gengur á fólk að veita í rauninni ekkert nákvæmlega hvað er að tala um. Nei, og eins og við tölum það er bara líka vegur að stolti fólks að bara vil ekki segja hvaða skilur ekki og hérna öllum ræðum stýrivexti og vexti og allt þetta er bara hægt að reka þetta aftur í, þú veist, the basics að hérna bara svona grunn upplýsingar hvernig hagkerfi virkar, ég held að sé ekkert margir sem geti það. Nei, ég meina það reynir náttúrulega mest á þekkingu fólks þegar þú þarft að útskýra eitthvað fyrir einhverjum sem að veit ekki neitt eitthvað. Skilur, það er svo auðvelt að tala í frösum og þá getur verið gott að hérna, hafa verið, þú veist, aðeins í kennslu og líka bara svona, verið svolítið sjálfsgagnrýnin. Ég er í grunninn mjög sjálfsgagnrýnin manneskja. Þú veist, talandi ego og metnað. Þú veist, fyrir mér, auðvitað þarf maður að vera með heilbrigðar hugsanir gagnvart sjálfi sér. En ég er alltaf drifin áfram með svona góðum votta minnumáttakend. Það er að segja, ég er alltaf bara, hvað getur klikkað hérna hjá mér? Er mögulega eitthvað feil í því sem ég er að segja og hérna það sem að Steve kendi mér, mentorinn minn úti að hann, þú veist, lét mig alltaf skrifa þegar við vorum að leggja fram einhverju tillögur að pæla í einhverju þá ertu með eina röksemdafærslu sem er svona, þú veist, það sem þú ætlar að leggja fram af hverju þú ætlar að gera þetta, af hverju þú ætlar að hækka vexti til dæmis þessu leys og svo af hverju að skrifa hinn á hliðina af hverju, þú veist, hvað myndi hinn aðalinn segja og þetta gerir ég eiginlega alltaf ef ég legg eitthvað fram, ég skrifa eitthvað grein, ég ger eitthvað ég er alltaf búin að hugsa undan ok, hvað er þessi mannski að fara að segja hvar eru veikleikar í, þú veist, argumentunni hjá mér af því þetta er besta leiðin til þess að þú veist, betur bæta sinni eigin málsvörn en svo er þetta líka bara, þú veist, ákveð svona auðmýkt sem fylgir í bara, herru, getur verið ég hafa rangt fyrir mér og ég held að það sé oft vandamáli hjá hagfræðingum og efnahagsmálafræðingum hvað sem hún kallar og bara í mörgum geirum að fólk er einhvern veginn ekki tilbúin að stíga aftur og vera bara, getur verið eitthvað breyst, skilur, nú er 20 ár síðan að þessi rannsókn kom út og ég er ennþá að tala fyrir henni, skilur og ég held að svo, þú veist, svona vottur, svona góður vottur og minnumáttakend og hafa ágjur að því einhver sé að fara, þú veist að höggva í þig, sé oft besta leiðin til þess að betur bæta sjálfa sig, sko. Já, bara lítur að vera vel undirbúin þegar þú ætlar ekki að leyfa þig að gerast, einhver komið með einhver röksemdafærslu sem þú ert ekki búin að gera ráð fyrir. Já, jú, ef það svo gerist, bara leyfa þig að gerast. Einmitt. Og segja það bara, sko, ég held að þetta eigi við þú veist, svona hagfræðinga og eins og ég segi svona efnahagsmála spekulanta alveg eins og stjórnmálamenn, bara fólk getur bara haft rangt fyrir sér. Ég meina, aðstæður breytast, bara væntingar breytast, heimurinn breytist og ég meina það er ekki hægt að taka marka okkur sem er búin að vera á sömu skoðun í 30 ára, bara getur ekki verið satt, skilur. Sérstaklega í svona fræðum eins og efnahagsmálafræðinum það sem það var bara riðið yfir stórir atburðir sem hafa bara gjörbreytt sín fólks á hvernig hagkerfi funkar. Þannig að maður þarf bara að vera á tánum og maður þarf bara að vera tilbúin að hafa rangt fyrir sig á til. Ég veit, það er gott hugafar þegar við förum inn í þessu umræðu. Það sem er búið að gerast á undanförnum mánuðum er svolítið einstæmi. Já. Einhver gæi Kína borðaði leðurblöku og stýrivextir lækkuðu og það er kreppa en allir er að kaupa sér nýja íbúð. Já. Það er ekki nefn að vona maður skiljið ekki. Já. Hvar getum við byrjað? Eigum við að byrja á bara sko í svona grunnunum á þegar maður hugsa hagkerfi
Og allt er þetta náttúrulega mjög leiðileg orð og þau eru mjög þurr eins og hagfræðingar eru. Seðlabankinn. Já, mjög leiðilegt orð. Hvað gerir Seðlabankinn, Kristján? Seðlabankinn gerir þetta rosalega mikið. Fólk hugsar aðalega Seðlabankann þegar það tala vexti og Íslendingar eru algjörlega með vexti á heilanum. Við erum með vexti alveg á heilanum. Öll umræða er vexti. Hún er öllum vexti. Og við erum mjög upptíkin að því að það hafa alltaf verið mjög hái vextir og svo eru mjög lágir vextir í dag og fólki finnst það frábært í staðin fyrir að vera ræði kannski af hverju eru lágir vextir. Já. Seðlabankinn ákveður stýrivexti í hagkerfinu. Ég er samt að spá hvort við eigum að byrja að tala bara hvað gerðist hérna síðasta voru í hagkerfinu. Endilega. Og fara svo kannski yfir í stýrivextina. Þú varst svolítið að greina þetta ástand og samar voru svona, voru byrjuð í einhverjum svona underground fréttabréfi hver staðan væri, að það væri eitthvað meira að gerast heldur en fólk var að átta sig á. Já, ég var alveg helt tekin ástandinu síðasta vor. Einmitt, förum inn í þetta þaðan. Ég náttúrulega koma, út úr umhverfi sem að var með síðustu krísu algjörlega á heilanum. Ekki bara á Íslandi heldur, bara á heimsvísu. Og allt sem ég lærði og all þekkingi sem ég sanka að mér sneri bara hagstjórn og hagstjórnarmistök. Hvað lærði við að síðustu kreppu? 2008 kreppunni. Og svo hugsa maður bara, já, þetta gerist aftur eftir 50 ár, skilur, svo bara 2020, ennþá stærri kreppa. Og mjög bara sérstakt ástand og það sem að gerist náttúrulega í grunninn síðasta vor er að þetta er allt öðruvísi kreppa en 2008. Ég held að það sé rosalega margir sem áttu sig ekki á því. Fólk hugsa bara kreppa er bara kreppa. Allt það sem gerist 2008 er að fara að gerast aftur núna. En þetta er svona sjálfskipuðu kreppa. Við komum okkur eiginlega svolítið í kreppu. Þetta var ekki þannig eins og 2008, það var bara rosaleg svona þensla, rosaleg spenna í hagkerfinu, allir eyða ofboðslega mikið, mjög mikil skuldsetning, heimilina skuldsetja sig, fyrirtækja skuldsetja sig mjög mikið. Öll umræðum Range Rover og flatskjái og allt þetta, bara mikil neysla. Bara rosaleg neysla. Auðvitað hafði verið svona uppsveifla hérna og við höfðum að mjög fínt, og fólk hafði miklar áhyggjur af ferðaþjónustunni og það var svolítið svona viðbrögðin síðasta voru bara, já þetta var bara ferðaþjónustubóla sem sprakk. Nei, þetta var ekkert ferðaþjónustubóla sem sprakk, þetta var bara, ytra sjokk, eins og þú segir, bara einhver maður étur leðurblöku í Kína, kemur einhver vírus og við bara lokum hagkerfinu. Þetta er bara handstýrt, þetta er bara svona opinber ákvörðun á heimsvísu að bara skrúa hagkerfið niður. Og já, kannski ástu komin eitthvað svona stað með ferðaþjónustunum og hún búin að vaksa frekar hratt og það var að byrja að hægja á, fór þarna hausinn árinu áður ef fólk man eftir því. En þessi kreppa var ekki afleiðing að því að við værum búin að gera eitthvað ofboðslega óskynsamlegt í 10 ár. Þetta var svona það sem að hagfræðingar tala sem svona ytra sjokk, ytra áfall. Þetta er eitthvað sem er svona out of our control, skilur. Þetta er eins og ég talaði mjög mikið síðast árið. Þetta voru bara náttúruhamfarir. Það kom bara svona snjóflóð yfir landið, nema það voru bara sum hús sem lendi, skilur. Og í svona aðstæðum, það vaknar alltaf upp þessi spurning hjá fólki, hvað á að gera? Er hægt að gera eitthvað? Og sumir hugsa, já, ég meina kreppur er bara eitthvað sem gengur yfir, það er svona einhverja sveiflur alltaf í hagkerfinu og svona mjög gamaldags hugsunarháttur er að segja þetta er svona, ensku kallast það svona creative destruction, þú þarft bara að eiga svona hreinsun á nokkur ára fresti þar sem einhverju fara í þrot og allir sem eru mjög svona óskilvirkir og eru að gera hlutina illa á markanum, þeir bara hreinsast út og þeir sem eru svona darwinism í þessu, þeir sem eru sterkastir, þeir lifa þetta. Það augljóslega virkar ekki í umhverfi, það sem að bara íslenska ríki er búin að taka ákvörðunum og þú er bara að loka staðniðinu. Þú getur kannski bara verið með mjög vel rekin veitingastað eða það varst að standaði mjög vel sem hvalaskoðunarfyrirtæki eitthvað svoleiðis. Svo bara er bara búin að loka landinu hálfpartið og að setja á sóttvarnaaðgerðir sem gera þig bara ókleift að sinna þínu starfi. Og einhverju leiti verið að skapa aðstæður sem hefur verið að letja fólk til þess að eyða. Það hefur verið að letja fólk til þess að að ráða fólk í vinnu og gera alls konar hluti út af sóttvarnaaðstæðum. Og þá auðvitað þurfum við að spyrja okkur, höfum við sem samfélag, berum við eitthvað ábyrgð
á þessum hópum af einstaklingum sem eru bara í rauninni í framlínunni fyrir okkur í þessar kreppu. Þú veist, bæði náttúrulega heilbrigðis starfsfólk sem eru auðvitað bara í bókstaflegri framlínu, en síðan má segja að þessi fyrirtæki og einstaklingar sem mistu vinnun í þessu ástandi, þeir eru að missa vinnun fyrir okkar hönd. Þeir eru að hérna út af opinberum aðgerðum að taka á sig ákveð áfall. Og þá ráðist í aðgerði til þess að reyna að vernda þennan hóp. En friksjónið, spennan skapast alltaf hversu mikið átt að beita ríkinu, hversu mikið átt að beita seðlabankanum og fólk fer að hugsa, sérstaklega fólk sem missir sjálft ekki vinnuna, bara á fínum tekjum ennþá, svolítið svona pirraði yfir að þurfa að vinna í stofunni sinni og komast ekki út að hitta vini sinna, en hefur þess ennþá fínt. Bara eigum við að vera að nota skattfé þess að borga undir aðra svona kringustæðum. Og þú veist, án þess að fara beint út í þá umræði, þá snýr þetta náttúrulega líka bara að því að við erum að reyna að halda hagkerfinu gangandi í skrýtnu ástandi. Það er að segja, hættan svo, ef ástandið er bara látið óáreitt og þú segir bara, já, ok, það er bara einhverja sóttvarnaaðgerðir, það er eitthvað ytra áfall, það er einhver sem missa vinnuna, það er einhver fyrirtæki sem fer í gjaldþrot, kannski þarf þessi hreinsun bara eiga sér stað, látum við bara í friði. Hættan svo að það verði svona snjóboltaáhrif, skilur. Fyrirtæki byrja að segja einhverjum upp, þeir sem að missa vinnuna, þeir geti ekki keypt lengur hluti, þannig að fyrirtæki sem að keypti hlutina þarf að segja fleirum upp og þú veist, það skapast svona vítarhingur sem þú þarft að rjúfa. Og þá er talað það í þessum fræðum að ríki stígi inn, opinber aðili stígi inn til þess að reyna að rjúfa hringinn, reyna að halda upp í neyslu þeirra sem eru atvinnuleysir og kannski tilauki fyrirtækjana að reyna að styrkja þau eitthvað til þess að koma í veg fyrir uppsagnir. En það er önnur leið líka. Þú veist, ríki getur komið inn og greitt atvinnuleysisbætur og rétt að setja peningin í fyrirtæki. Svo er það Seðlabankinn. Og það er það sem að flestir almenningur hefur fundið fyrir. Þú veist, almenningur er kannski ekki mikið að pæla í því hvað ríki er búin að gera fyrir atvinnuleysa þó að sjá því í fréttunum. En þau áttu að sjá því bara, herðu, vá, ég get bara fengið húsnæðislán á ótrúlega góðum vöxtum. Samt er ég ekkert búin að missa vinnuna og mörguleiti þurfti ég ekkert lægri húsnæðiskostnað. Það er alveg næs. En þú veist, hugmyndin var kannski ekki að styrkja mig. Og það sem að gerist er að Seðlabankinn hefur ákveðin tóltæki sem að flestir þekkja eru stýrivextir. Og hugmyndin að bak við stýrivexti er að lækkun stýrivaxta leki út í kerfið og lækki fjármagnskostnað hjá bara venjulegu fólki. Og þá örfið að hagkerfi almennt, verðan að ef þú ert með húsnæðislán, það borgar lægra mánuð og svo situr meira eftir og þá getur þú eitt í einhvers staðar annars staðar. Og þetta er gott að blessað og þetta getur átt við í ákveðnum kringustæðum og átt að mörguleiti við í fyrra því við vildum bara reyna þess að örfa hagkerfið. En eins og allir vita, veirist að þeir sem er ekki hagfræðingar, er að fullt af fólki fékk, þú veist, þessa örfun þó að það kannski þurfti ekki á hana að halda. Og þarna hefur kannski svona mín gagnrýni að það sem ég vilja benda á legið, að við þurfum að velta fyrir okkur svona ástandi. Þú veist, hvar við erum að örfa hagkerfið? Erum við að reyna að örfa það sem að bara mistu vinnuna, það sem að lendu í náttúruhamförunum, eða trúum við því að það geti borgað sig að örfa okkur tvö og vinna okkar sem heldur vinnunni, af því að sá peningum mun einhvern veginn leita til þess sem atvinnuleysir í dag. Og þarna liggur svona, hvað ég segja, ég er mjög málefnaleg, þarna liggur svona togstreitan og fólk er bara svolítið ósamála þarna. Hvernig við hefða okkur í svona umhverfi. En stýrivextir virka í rauninni þannig, ef við tökum bara svona aðeins grunnmyndina, að stýrivextir er bara eitt tól sem Seðlabankinn hefur til þess að reyna að stjórna umsvifum í hagkerfinu. Stýrivextir eru vextir á reikningi sem bankarnir hafa hjá Seðlabankanum. Þannig að bankinn, Landsbankinn er með reikning hjá Seðlabankanum og getur geymt umfram fé þar og fær bara alveg eins og þú setur pening inn í Landsbankan og farið ykkur að vexta það. Þá setja bankarnir pening inn í Seðlabankan. Það er ykkur vextir á þeim peningum. Ef þeir vextir lækka, alveg eins og ef vextir á Landsbankapeningunum þín lækka, þá er kannski meiri hvati fyrir þig til að taka peningin út og eyða hann í eitthvað annað. Þannig að stýrivextur er bara óbeint tól til þess að hvetja bankana til þess að setja peninga í umferð. Það sem að Seðlabankinn getur hins vegar ekki gert, en hann getur ekki ákveðið hvert þessum peningum er lánað. Seðlabankinn hefur ekkert
umboð til þess að segja þú átt að lána heimili, þú átt að lána fyrirtæki, hann segir bara ég ætla bara að skapa hvata inn í kerfinu til þess að reyna að ýta þessum pening út. Síðan þarf að taka gagnrýna umræðu og það er það sem ég er að reyna að taka þessa dagana hvernig, þú veist, hvað áhrif þessi aðgerð hafiði. Vegna þess að mikið af peningunum sem fór í umferð af því að var verið að reyna að ýta peningi út í kerfið, hún fór bara mitt inn á fasteignamarkaðinn. Og það er vegna þess í svona umhverfi þá er það ekki bara vaxtastig sem skiptir máli. Sko, ef þú sem banki ert að taka ákvörðun að lána einstaklinga í fyrirtæki, þá ert þú ekki bara að hugsa já, ég get rukkaðan 2% vexti eða 5% vexti. Þú ert að hugsa ef ég læt hann fara 100 kall, er hann að fara að borga mig tilbaka eða ekki? Og í kreppu, þar sem að fyrirtæki er að halda sér höndum og það gengur illa í hagkerfinu, þá getur skapast ástand í bönkunum þar sem að þeir hugsa bara, herðu, ég ætla ekki að vera að lána fyrirtæki. Mér líður bara illa með það, þó ég geti rukka á 10% vexti. Og það er svolítið það sem gerðist í fyrra. Áhættufælni. Já, það er bara rosalega áhættufælni í kerfinu. Að Seðlabankinn lækkaði vexti og losaði á þess að fara út í svona tæknilega straumar, losaði ákveðnar hömlur sem gerði bönkunum kleift að lána meira. Í rauninni gaf bönkunum leyfi til að lána meira. Og vonin var svo að þetta myndi fara til að mynda til fyrirtækja, örva fjárfestingu, skapa störf. En það sem gerðist var að það var svo mikil áhættufælni í kerfinu. Því að það var bara, þú veist, COVID og það vissi ekki hvað átt að gera við peningin og fyrirtækin, það voru ekki allir að opna einhver ný útibú einhver staðar eða einhver nýjan juice bar, þú veist, einhver staðar, en það voru einhver algjöru hetjur sem fór í það business, skilur ég. Þá er bara farið í það sem er öruggt. Og hvað er öruggt á Íslandi? Fasteignir. Verna þess að ef þú lána fyrir fasteign, ég lána þér 30 milljónir fyrir fasteign, þá er eitthvað veð á bak við það lán sem er fasteignin. Og í verstafalli sem gerist Snorri er að þú missir vinnuna, þú getur ekki borgað með lengur, þú bara tekið fasteignina þína og selana. Og þetta var að mörgu leyti frá mínum bæturinn séð, mjög fyrirsjáanleg þróun. Það er að segja að í svona umhverfi, þar sem að það er eitthvað svona ytri ógn sem steðjar að þá er svo rosalega áhættufælni í kerfi. Fólk vill bara ekki hreyfa sig og þá getur það leitt til þess að svona almennar aðgerðir, þar sem þú ert að vonast til þess að þú bara svona lækkar aðeins hitastig í herbygginu og þú vonast til þess að það fari ekki allir út sömu hurðina. Þú getur ekki haft áhrif á það. Og þetta er einn af ástæðunum fyrir því að við erum í svona skrýtnu ástandi að við komum út í síðasta ári, við erum ennþá með 11% atvinnuleysi, við erum ennþá með 25.000 manns án atvinnu. Það var samdráttur í fjárfestingu í einkageiranum í fyrra, það var samdráttur í fjárfestingu hjá henni opinber í fyrra, en það er brjálega að gera á fasteignamarkaðnum. Þannig að það sem þú ert að segja er að hitastig í herbygginu var lækkað og það fór allir út sömu hurðina. Já. Sem eru fasteignir. Já. Ok, þannig að einhver bítur í leðurblöku og það er bara röð á opið hús í Hafnarfirðinum. Já. Og ég meina, ég held að þetta í grunninn, sko, það tekur þetta tíma til þess, það tekur svona tíma kannski fyrir fólk til að átta sig á hvað raunverulega er í gangi. Það er ákveðin svona tendens í þessari kreppu og bara oft hjá okkur að hugsa við ætlum að gera sama síðast, skiljum við. Þessi kreppa er eins og hún var síðast. Og það sem að fólk var hrætt við síðasta vor, bara upp á samhengið, er að í síðustu krísu þá eiginlega hrundi fasteignamarkaðurinn. Og það situr óbærslega eftir í fólki sem að þú veist man eftir þeim tíma. Hvað áttu við hrundi? Og bara svona smá líka sögulegt samhengi fyrir mig út að ég var ekkert að pæla í þessum málum árið 2008. Nei. Það sem gerist 2008 er í aðdraganda kreppunar þá var fólk búin að bæta við sér mikil skuldsetningu á fasteignamarkaðinn. Fólki var svona eins og maður segir á þessu jargon, það var mjög gírað. Það hefði bara tekið mikil lán. Það var hægt að fá 100% lán. Já, einmitt. Skilur, þurftir ekki verið með neitt eigið fé. Einmitt. Og þú gast líka fengið lán í öðrum gjaldmiðli. Þannig að vextir voru til dæmis mjög háir á Íslandi, en ef þú tókst lán í öðrum gjaldmiðli, þá gastu fengið lægri vexti. Og það var enginn sem var í útibúinu að útskýra fyrir þér, en þú gerir grein fyrir því að ef krónan fellur eða veikist, þá hækka afborgunina mjög mikið. Það var
það var ekki mikið fjármálalæsi á þessum tíma. Fólk hugsaði bara, hvað bara ódýrasta leiðin fyrir mig að kaupa þetta hús og ég tek það og voru rosalega margir sem fóru þá leið. En þegar fólk stendur þarna og tekur þessa ákvörðun, þá veit hann alltaf ekki hvort að krónan sé að fara að falla eða ekki. Ef einhver myndi segja, þú veist að ef krónan fellur, þá afborgunin að fara að hækka. Alveg eins og þeir sem eru að taka breytilega vexti núna, þeir eru líka bara að taka þessa áhættu gegn bankanum. Já. Ég meina þú veist, þetta bara áhættu sem fólk er að taka, vandinn bara, og það þarf að fylgja sögunni að gengislánin, þar að segja þú tókst lán í öðrum gjaldmiðli, þau voru dæmt ólöglegur nokkrum árum seinna. Okay, út af því að þau voru of flókin fjármálagjörningur fyrir almenning að skilja. Vá, út af þeirri ástæðu? Já. Það er ekki hugmynd það. Og þetta bara þetta er svona krúsjál atriði, skilju, að fólk hafiði ekki þekkingu á því að skilja hvernig þessi vara, hvernig þetta lán virkaði, þú veist. Þegar maður bara svona selt þessi hugmynd bara, herðu, bara næs, ég get bara fengið miklu ódýrara lán hérna. En sko, við getum nú bara eitt rosalegum tíma að tala alla vitleysunum sem var það. En sko, grunnhugmyndin er svo að það skapaðist ástand á fasteignamarkaði eftir síðustu kreppu út af því allir voru bara skuldsetti sig rosalega mikið. Gátt við eftir síðustu kreppu, hvaða ár ertu að tala um? Þá er ég að tala um bara 2009. Okay. Að í aðdraganda 2008-2009 þá voru allir bara skuldsetti sig, þá voru bara hækka mjög hratt fasteignaverð af því það var svo auðvelt að fá pening, það var svo auðvelt að fá lán, þannig að allir gátu keypt sér fasteign. Og þú veist, fasteignir eru bara eins og land, það er bara takmörku gæði og þá fara bara rosalega marga krónur að elta sömu húsin og þá bara hækkar allt og hækkar allt og hækkar allt. Eins og það gerast núna? Einhverju liti. Síðan, það sem að gerist að það kemur bara fjármálakrísa. Bankarnir falla, gengið veikist mjög hratt, verðbólga rýkur upp. Þannig að sko, fólk sem var með gengistri lán allt í einu þurfti að borga miklu meira mánuðin áður, eins líka þeir sem voru með verðtryggð lán, við getum talað eins verðtryggingun eftir. Bottom line, greiðslubyrði fólks á mánuði, hún rauk upp og það sem að gerist í hruninu var að þú varst með svo stóra hópa fólki sem voru svo ofboðslega skuldsettir og allt í einu kemur þetta áfall og bara mánaðarlegur reikningurinn hækkar, allt í einu lendir fólki að það getur ekki borga reikningarnir sína lengur. Og hvað gerist ef margir get ekki borga reikningar á sama tíma? Þú byrjar að selja þér húsið. Þú byrjar að minnka við þig til þess að reyna að geta ráðið við greiðslubyrðina. Og ef allir fara út upp þá hurð á sama tíma, þá dettur botninn á markanum. Og það var það sem að gerðist. Að það féll mjög hratt húsnæðisverð. Síðan jafnaði þessi tiltölulega fljótt aftur, en þetta svona hlutur sem getur gerst á eignamörkuðum, að það þarf lítið til að allir sé að fara í sömu áttuna og hvort sem að sé upp eða niður. Og það var hræðsla við þetta síðasta vor. Fólk með svona minni á síðustu kreppu, bara síðasta kreppa, hvað gerist á húsnæðismarkaði. Og þá voru einhverju aðal sem segir sér þá sögu, herðu, við þurfum bara að passa að við förum í aðgerðir sem að minnstakosti stoppa ekki húsnæðismarkaðina. Og það vildi enginn sjá falla húsnæðismarkaði, menn það hefði ekki verið góð staða. Málið bara að síðasta kreppa var afleiðinga bara ofboðslega ójafnvægi í kerfinu. Það var einmitt öll þessi skuldsetning, allir búin að gíra sig, rosa mikið pening á fasteignamarkaðnum og þó fólk hafi upplifað að það hafi verið mjög mikil gangur á fasteignamarkaðnum núna síðustu ár, var þetta allt annað ástand. Er það alveg Já, skuldsetning heimilana var náttúrulega bara miklu lægri, margfalt lægri en hún var fyrir síðustu kreppu. Og áfallið 2008, það var miklu almennara. Það að segja bara hagkerfi í heild sinni, það gaf mjög hratt eftir. Það finna allir fyrir verðbólgu, það finna allir fyrir gengisveikingu. Síðasta vor, það var þetta ekki almennt áfall. Það var eiginlega bara þeir sem að mistu vinnuna. Og ég meina, ég og þú sem er með fasteignalán eða bara venjulegt fólk, það var ekkert að upplifa neina kjara rýrnun, það var ekkert að upplifa neina launaskerðingu, það var ekkert að gerast sem að hækka þeirra greiðslubyrði á hverju mánuði. Þannig að sko, það hafi verið svona mín rök fyrir að segja bara, já, auðvitað viltu passa upp á að hagkerfið sé í lagi og botninn detti ekki úr því, en við þurfum að skilja eðli þessa áfalls og eðli þessa áfalls að þetta eru náttúruhamfarir, þetta er snjóflóð sem að lenda á nokkrum húsum, það er ekki allt þorpið undir. Og í svona umhverfi þá þurfum við að passa við sem að nýta peningana á mjög markvissan hátt. Og þarna kemur upp þessi rökræða, bara ef ég sangi þetta því ég er ekki með nefnir á móti mér sem getur tekið hinn á hliðina, er að þarna kemur upp þetta debatt hver á stjórna aðgerðum.
þú veist, hvort yfir höfuð að gera eitthvað, við rættum það eins áðan, já, þú verður að gera eitthvað, því annars getur þessi vítarhingur farið að stað, þú veist, þar sem að fyrirtæki segja upp, þeir sem að missa vinnuna get ekki eitt og þá getur næsta fyrirtæki ekki selt vöru og svoleiðis og þá ertu með svona, þú ert með svona circuit breaker, eitthvað sem rýfur straumin í kerfinu og síðan kemur næsta debatt, hver á að gera eitthvað, á ríki að gera meira eða á Seðlabankinn að gera meira. Og eftir þessa umferð þá sérðu að þú veist, það sem að Seðlabankinn gerir er alltaf að fara að vera mjög almennt. Seðlabankinn er ekki að fara að lækka vexti bara fyrir einhvern sem misti vinnuna. Hann er ekki að fara að passa upp á að lán fari bara til þeirra sem að misti tekjur. Þetta er bara opin tékkja, það getur bara hver sem er nýtt sér þetta. Á meðan að ríkið, þegar það tekur lán og ákveður að fara í ykkur aðgerðir, þá geta þeir sagt bara, ég ætla bara að taka þarna 10 milljarð og setja það bara í Reykjanesbæ. Okay. Skilur við. En munurinn á þessum tveimur aðilum er að í Seðlabankanum eru embættismenn, þeir eru ekki kjörnir í kosningum, þú veist, þeir hafa ekki það sem maður myndi segja á svona mjög formlegan hátt svona lýðræðislegt umboð. Þess vegna segir Seðlabankinn alltaf bara, ég get ekki stjórnað í hvert pening að fara, ég hef ekki, þú veist, það kaus mig enginn til að ákveða hvert peningurinn á að fara. Þannig ég verð bara að reyna að hafa áhrif á aðgerðir sem að gagnast öllum. Á meðan að ríkið og ríkisstjórnin, hún hefur lýðræðislegt umboð til þess að segja, þið kusu okkur til þess að taka ákvarðanir fyrir ykkar hönd og við ætlum að ákveða að taka hérna þess 10 milljarð og setja í Reykjanesbæ, vegna þess að við vitum að það er okkur öllum í hag að Reykjanesbæ lendi ekki í slæmum aðstæðum, sko. En þarna er togstreitan í dag á ríkið að vera að skuldsetta sig til þess að taka ákvörðun að setja pening á þennan stað eða á Seðlabankinn að skapa aðstæður þannig að við öll hin getum skuldsett okkur aðeins til þess að halda hagkerfinu gangandi. Vegna þess að það er óhjákvæmilegt í svona aðstæðum ef við ætlum að reyna að halda hlutunum svona aðeins í gangi að skuldsetningu eykst í kerfinu. Og það er held ég eitthvað sem að fólk átta sig ekki á. Ég held að fólk haldi að við séum að taka ákvörðun að skuldsetta okkur. Og það sé mjög og það snúist debati bara hvort það sé skynsamlegt eða ekki að ríki skuldseti sig og við séum með halla. En þetta er náttúruleg, þetta er bara svona kerfislega niðurstaða. Bara kerfi pompar niður af því að það eru minni umsvif og af því að við ætlum að reyna að pumpa kerfið upp. Þá þurfum við að gera það með skuldsetningu og þá þurfum við að ákveða, hvort á að skuldseta sig meira? Er það ríkið? Er það einkageirinn? Og mín gagnrýni hefur snúist að því að segja, kannski er ekki skynsamlegt að við séum að nýta þetta skuldsetningar svigrúm í hagkerfinu í svona rosalega almennar aðgerðir. Vegna þess að forsenda fyrir því að sé skynsamlegt að við séum að taka þessa skuldi er að þetta sé að fara að skila sér á jákvæðum máta út í kerfið setna meir. En er enginn að gagnrýna það að leyfa bara hagkerfinu að pompa niður og vera þar og rétt úr sér sjálft? Ég meina það eru einhverju svona mjög á jaðrunum sem eru bara algjörlega hands off. Það er einhverju sem halda því fram að þetta sé einmitt bara einhver svona náttúruleg staða, skilur, og það þurfi bara að leyfa sér einhver hreinsun í þessi stað. En þetta er sjónamið sem er ofboðslega úrelt. Ég meina þetta er eitthvað sem við lærðum fyrir 100 árum síðan. Í kreppunum miklu 1929 í Bandaríkjunum það er mjög margir sem vita af þessu þó þessi ekki hagfræðingar og ekki þá þurftu þeir bara heyra þeir bara því núna. Þá var svona stórkostleg kreppa, heimskreppa og þessi kreppa í dag hefur oft verið líkt við þeirri kreppu. Og þá voru gerð þau mistök að í rauninni að halda ekki kerfinu nógu vel uppi, skilur. Að pumpa kerfið ekki upp. Og það sem að gerðist þá er að botnin bara fjall úr, skilur. Þú veist, það bara skapast þessi vítarhingur þar sem að þessi mannski hættir að eyða og þá hættir hann að kaupa þessa vöru og þá verður uppsagnir þarna lalala. Þannig að það er, ég myndi segja að það væri mjög breiður svona konsensus eða það er að segja svona tónn í hagfræðingum að þú þurfir að grípa inn. Eðli þessara kreppu hins vegar hefur mér þótt verið svolítið misskilin vegna þess að það hefur verið vilji fyrir að segja nú er allt að falla og við þurfum bara svona að örva kerfi almennt. Við þurfum bara að tryggja að fólk fari út á eyði. En vandinn er bara að við erum í svo sérstökum aðstæðum. Þannig að það eru, ef að ég og þú eigum pening, þá er það ekkert að fara að hjálpa ferðarþjónustu fyrirtækinu Höfn í dag. Skilji? Það eru ákveðni geirar sem eru bara lokaðir
og þar til nýlega, þar til þeir byrjuðu að opna veitingastæðan og svona, þá bara máttu við ekkert eyða peningarn inni. Já, og segir að loka þeim var gert að loka. Já, þeim var gert að loka, eða óbeint var þeim gert að loka, skilja, og bara skapar aðstæður þar sem að það var ekki hægt að eyða pening. Og þá þarf maður að spyrja sjálfum sig, ok, þetta eru geirarnir og þetta eru einstaklingarnir sem eru í vanda akkurat núna. Er það að fara að hjálpa þessum aðilum? Er það að hamfara aðstoð að láta mig fá aðeins meiri pening svo ég geti eitt honum einhver starf sem að þau geti ekkert nálgast þennan pening? Og það snýst svona svolítið debati í dag. Hefur þessum pening verið beint nægilega markviss til hópa? Við höfum auðvitað séð, ég ætla bara að vera sangjöld, staðreynd málsins að það er búið að setja rosalega pening til dæmis í atvinnuleysisbætur. Mjög stór hluti af því sem að ríki er að gera núna er að borga atvinnuleysisbætur. En þetta er, þetta er ekki beint svona einhver stór pólitísk ákvörðun. Við erum bara með atvinnuleysisbóta kerfi. Þú sem einstaklingur sem vinnur á Íslandi og borgar skatta, það áttu bara rétt á bótum, skilur við. Síðan þurfum við bara að velta fyrir okkur hvort að þær séu nóg í svona aðstæðum, sérstaklega þar sem að atvinnuleysisbóta kerfið er kannski hugsa sem svona tímabundin greiðsla á meðan þú ert á milli starfa, en þú ert með einstaklinga í dag sem að mistu vinnuna sína í geirum sem eru bara alveg off, skilur. Þú getur bara verið mjög góð starfsmann en þú getur ekkert labba hinum með götun og fengið vinnu, þess að það er ekkert hægt að starfa í þessum geira. Og þá þarf maður kannski að hugsa, ok, er þetta nóg, er eðlilegt að einhver manneskja sem bara óheppin, skilur, sem bara segir hlutin eins og þeir eru. Þeir sem eru að lenda í þessu ástandir núna, þeir eru bara óheppnir. Er bara eðlilegt að þeir bara, fái 300 krónur á mánuði, þurfa að borga skatta því, fá þá kannski 230.000 útborgað eitthvað svo leiðis. Fyrir það að bara hafa búið í röngu götunni þar sem að snjóföll og fjall, skilur, á meðan að við hin erum líka að fá að njóta góðs á örfunaraðgerðunum. Það fer náttúrulega eftir hvernig þú stillir upp. Ef þetta er einhver sem bara á bátt og maður heldur með og vill styðja versus einhver auðkýfingur sem á allt of mikið af milljónum og maður bara heldur ekki með. Já. Það er svona einhvern veginn, maður mismunar alveg þar. Það er alveg þannig og ég held að við þarf fólks til, svona opinber aðgerða og velferðarkerfisins almennt, bætur og allt þetta. Það snúa oft af svona öfgunum, skilur. Það sé einhver mögulega svindla á þessu, það sé einhver að fá þetta sem á þetta ekki skilið. Þegar staðreyndin fyrirtæki að nýta sér hlutabótaleið og þess aftar, sem að þurfa enga veginn á því að halda er að greiða mikið narð en nota hlutabótaleið til þess að borga starfsfólkinu sinni. Já, og það kom alltaf upp svona tilvik sem eru alveg klárlega á grensunni. Vandinn er bara að ef þú ætlar að vera með eitthvað opinbert, þá er alltaf eitthvað sem er, jaðrað við misnotkun eða hvað svo sem þú segir. Ég meina, í dag bara, á meðan við sitjum hérna, þá er einhver að svíkja undan skatti. Það er einhver ekki að borga vaskinn sinn. Það er einhver að fá greitt og ekki skil. Veit ekki hvað ég meina? Þetta er bara sem að felst í því að vera með opinbert kerfi, að þú ert alltaf með einhver sem að misnota það. En lang stærsti partun af þeim sem að nýti kerfi eru þeir sem að þurfa á því að halda. Og það er bara eitthvað sem við verðum að hafa í huga undir svona kringustæðum, að þú ætlar alltaf að taka öfgadæmið eitthvað sem er að misnota eitthvað. Auðvitað reynir að koma í veg fyrir það, þú reynir að skapa ramma í kringum aðgerið en það gerist ekki, en við verðum bara að gefa okkur það í meirihluta tilvika, þá er fólk bara, það er bara hreinskiptið, það er ekkert að reyna að svindla á kerfinu. Bara vel innrætt. Já, ég meina, flestir eru það bara. En stýrivextir, út af við vorum að svona fyrir þá sem er að detti í þessa umræðu núna og sjá bara, stýrivextir bara 1% og það er bara geggjað og ódýrt lán og ég ætla bara að taka overtryggt eða verðtryggt eða hvað hann er. Sögulegt samhengi, ég meina stýrivextir í kringum kreppinu 2008, þeir voru í kringum 20%. Já. Ég meina, viðbrigðin fyrir fólk sem er að taka lán þá, þetta er bara gigantist. Já, ég meina, og talandi húsnæðismarkaðin en áðan, ég meina, akkur heldur að það hefði gengið illa húsnæðismarkaði þá. Það var bara mjög erfitt að taka lán. Það er markvisst. Ég meina, það er verið að reyna að gera það erfitt fyrir að skuldsetja þig, eða ekki? Sko, já og nei. Það er aðeins flóknar í svona baksaga þarna og snýr, já, ég veit að við skulum reyna aðeins að taka kannski grunninn að þessu, en ég ætla ekki að vera oftæknileg. Síðasta krísa sneri að því meðal annars að þessi mikla skuldsetting sem við vorum að tala sem var inn í kerfinu, heimili, fyrirtæki, það var líka rosalega mikið erlendu fjármagn sem hefur komið til Íslands á þessum tíma.
svona það sem að fólk kallar svona hot money, heitur peningur. Það að segja erlent fjármagn sem kemur inn og ekki kannski að fara í einhverja beina fjárfestingu sem erfitt að losa, heldur bara að fara inn í einhverja skuldabréfasjóði eða hlutabréfasjóði, eitthvað svona sem þú getur losa mjög hratt Þannig að þú að koma inn og reyna að kannski bara græða tildulega hratt pening og svo ferða aftur út með peningin. Hljóma geðið vel. Já, hljóma geðið vel. Og það var einmitt það sem að, þú veist, hljómaði mjög vel fyrir mjög mörgum, að þú veist með bara pínu lítið hagkerfi og þarf bara rosalega að fá að erlenda fjárfesta til þess að taka þetta trade, til þess að setja allt á hliðina. Og það sem að gerist að í aðdraganda hrunsins var þessi mikla þensla sem ég var að tala með áðan, margir eyða, mikil neysla og eitt af tólunum sem seðlabankar hafa til þess að reyna að hafa heimil á þessar neyslu eru vextir. Þá reyna að hækka vextina til þess að fá þig til þess að eyða minna á mánuði vegna þess að þú ert að borga svo mikið af láninu þínu og þá getur ekki farið og þú veist. Getur við rakið það aftur, sorry að ég láti þið gera það, en þá er það að hækka vextina, þannig að bankin vil frekar taka sinn pening og láta ávaxtan hjá Seðlabankanum og það er bara mjög örugt og þeir eru að bjóða góða vexti sem þeir eru að taka peningana í rauninni frá þér, þeir eru að bjóða þér færri möguleika á því að fá peninga hjá bankunum. Já, það er erfið að fá pening, skilur, í lán. Og það er bankin vill geyma hann hjá Seðlabankanum. Já, og þeir sem eru með lán á vöxtum sem eru kannski breytilegir, fyrirtæki og einstaklingar, þeir allt í einu þurfa að borga hærri, þú veist, vexta mánuði. Og þannig að þetta er svona á að vera stýritæki á neyslu. Ok, einmitt. Þú veist, vandinn að þetta er svona eitthvað hagfræði 101, ég hækka vexti, þú dregur úr umsvifum. Kerfið funksjónar ekki svona. Og sko, það eru mjög margar ástæður fyrir því. Í síðustu kreppu var ástæðan svo að bankarnir fóru svolítið í kringum þessa háu vexti með því að veita til dæmis þessi gengislán, sem ég sagði frá. Þar sem að þeir sögðu bara, ég ætla bara ekki að lána þér í krónum, ég ætla að lána þér hérna í einhverjum körfu af gjaldmiðlum, en ég ætla að halda utan körfuna, þú færði í rauninni lánið í krónum, en ég ætla bara að miða vaxtastigið við erlenda gjaldmiðla, ekki íslensku krónuna. Við skulum ekki eins og fara út í smáatriðin. Punkturinn bara, þeir gátu fengið erlend fjármagn að lægri vöxtum og miðluðu því áfram til okkar. Það eru auðvitað alls konar flækjustig þarna, bara gengisveiking og þú veist, allt sem við töluðum áðanum, augljóslega að ef að gengi veikist, þá hefur það gríðarlega áhrif á skuldirnar hennar. En það þýddi að Seðlabankinn var með þetta tól vexti og var að hugsa bara, ok, hagfræði 101, nú ætla ég að hækka vexti og svo bara heldur fólk áfram að eyða. Það heldur bara áfram að eyða og það hefur engin áhrif, það býtur ekkert. Var þetta það sem gerist? Þetta var það sem gerist þessum tíma. Þannig að fyrir hrun, þá voru vextir rosalega háir á Íslandi og gagnrýnin til dæmis eftir kreppuna á Seðlabankan fyrir hrun var þetta að Seðlabankin hafi verið alltaf blindur á því að nota bara, þú veist, einhvern einn hamar á allt hagkerfið. Skilur, segja bara, ég ætla bara að hækka þennan vexti, hagfræði 101 segir mér ef ég hækki vexti þá minnka þensla. En vandamáli með svona tól eins og vexti, eins og við vorum aðeins komin inn á áðan, þetta er rosalega breytt tól. Þetta er rosalega ómarkviss tól. Þetta hefur áhrif á hvata allstæðar í kerfinu. Erfitt að miða því einhvert? Mjög erfitt að miða því. Af því að þú einhvern veginn getur ekki haft bara þessa vexti fyrir þessa og ekki aðra og þú hefur heldur ekki stjórn á því hvernig vextinni miðlast í kerfinu vegna þess að það eru bankarnir sem taka ákvörðun að lána, skilur. Alveg eins og ég sagði, þú getur að lækka vextin ef bankin segir bara, herðu, þú ert bara fyrirtæki, mér líst ekkert á fyrirtæki akkurat núna, mér er alveg sama þó þú borgir mér ógeðslega háa vexti, ég ætla bara ekkert að lána þér, skilur. Þannig að þú hefur ekkert fullt kontról. Þannig ef bankarnir eins og þeir voru fyrir hrun voru bara í svona full swing og þeir vildu bara lána þá skipti þetta bara engu máli en Seðlabankinn heldur bara áfram að hækka vexti og bara computer says no, ekkert að gerast og heldur bara áfram að hækka vexti svo horfum við út í heim þar eru kannski 4% vextir og hér eru þú veist 15% vextir og einhver erlendi fjárfestir bara, ok ég get bara tekið minn 100 kall hérna mögulega meira sem fengi hann að láni á 5% vextum í Bandaríkjunum komið 100 kallin til Íslands, fengið 15% ávöxtun á hann, tek hann síðan út, hirði ávöxtunina, borgar lán tilbaka. Og þetta var það sem að þeim tíma var kallað vaxtamuna viðskipti og þetta var ein af stóru ástæðunum fyrir því að það var svo ofboðslega mikið af svona heitu fjármagni inn í
landinu að það bara dróst inn fjármagn og ég vorst aðeins fann að hugsa þetta sko, hvað þýddi þetta? Fullt af fjármagni sem að gat farið til Íslendinga í alls konar verkefni, skilji. Þannig að þú skapar aðstæður sem þú ert einhvern veginn að reyna að kæla hagkerfið, en þú færð svona spekulatífa, þú veist, spákaupmenn sem bara eitthvað, ok, nice, ég get tekið hérna lán á 5% vöxtum úti, kom inn, fengi 15, ég ætla að lána einhverjum hérna kannski gengisláni, skilju. Síðan kemur kreppan og það sem að gerist í kreppunni, meðal annars, rosa mikið sem gerðist, en meðal annars það sem gerðist var að allt þetta heita fjármagn það bara fríkaði út og bara flúði land. Því að erlendu aðlendin voru bara eitthvað, hvað að gerast, bara, ekki nóg með það að það sé ykkur krísa hérna eins og í öllum öðrum löndum heldur virðist bara allt bankakerfi ætla að fara á hausinn, ég er farin og hvað gerist þá? Þú tekur rosalega mikið pening út í landinu og þá hrynur krónan. Þannig að þú ert með einhverja fjárfestingar hérna sem erlendur aðli í krónum, þú ert með mjög mikla krónur, hvernig kemst út úr landi? Þú þarft að fara í gegnum gjaldeyrismarkaðinn, selja krónur fyrir gjaldeyri, allir að selja, bara alveg eins og fasteignamarkaðnum, allir að selja, enginn að kaupa, verðið lækkar. Og það bara hrundi krónan. Og það eru sem mun eftir þessu sem eru kannski aðeins eldri sem að voru erlendis á þessu tíma og fóru í hraðbanka og var bara eitthvað eitt verð, svo bara klukkutíma setna annað verð. Þetta var bara fáránlegt. Og það var bara stórkostlega hætta að bara gengi myndi bara algjörlega falla. Og það voru sett á höft, gjaldeyrishöft, það sem að bara Seðlabankinn ákveði bara, mátti ekki fara út með peningin. Eitthvað sem að þekktist bara ekki hjá einhverju svona vestrænni þjóð að banna fólki að fara út með peningin. Þekktist ekki bara í heiminum. En þetta var bara eitthvað sem hafa gert hérna í bara den, skilju. Þetta þótti bara mjög svona ókapitalíst að bara einhver aðili myndi segja bara, þú mátt bara ekki fara út með peningin. Þannig að það var ákveðið að fara þessa leið, en samhliða þessari leið, þá var líka farið svona sambland af þessari vaxtaleið áður að segja, herðu, við ætlum að halda vöxtum rosalega há í hagkerfinu, svo allt þetta erlenda fjármagn vilji ekki fara út, skilju. Veistu hvað ég meina? Það var sem svona, við ætlum að reyna að halda þeim inni með að segja bara, herru, við ætlum að gefa ykkur 18% vexti hérna, verið hérna inni. Svo er ekkert verið að pæla í því bara, þú veist, hvað með bara fólki í landinu sem að þarf að borga 80% vexti. Þannig að þetta voru mjög sérstakar aðstæður sem fylgdi því að það var svo mikið erlendu fjármagn inni sem að var að setja allt hagkerfið í ójafnvægi. Það var verið að reyna að koma í veg fyrir að það myndi allt flæða út. Það fór náttúrulega rosalega mikið út. Og að lokum þurfti bara að setja höft og það var það sem var gert, af því að það var ekkert nóg bara hækka vexti. Ég meina þeir hérna sem hafa mjög mikið áhuga á þessum pælingum, þú veist, þeir ættu að horfa á Argentína var að lenda í svipu í fyrra, að það var bara að öll erlend fjárfesting var flæð út úr landinu og þeir ákveða að setja stýrivöxt upp í 40%. Til þess að halda því inn. Já, og ég meina, þú veist, nú ert þú ekki hagfræðingur, þú sett með flotta gráðu úr vistafræði. Úr Hvassaldsskóla líka. Já, herðu, ég var líka í Hvassaldsskóla. Ég veit það. Já, ég veit, geggjað. Hæ, Hafliði. Hérna, ef þú ert fjárfestir, ert þú bara eitthvað, já, ok, nice, ég get fengið 40% ávöxtun, ég ætla bara að vera hérna, eða ertu bara eitthvað ding, 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 það er augljóslega eitthvað það er verið að bjóða með 40% ávöxtun en ég er farin út, skilju. Þannig að hvatarnir eru bara mjög skrýtnir og mjög rangir, en þetta var bara aðferðafræði sem var bara trúa mjög svona, þú veist, hérna það var bara innblýtt á þetta sem bara eitthvað leið til þess að eiga við fjármagn og þess vegna fórum við inn í síðustu kreppu með ofboðslega hátt vaxtastig. Og að því að gengi fjalla voru með brjálæslega verðbólgu, voru með mjög háa vexti og þegar við fórum inn í þessa kreppu þá voru allir rosalega ánægðir með að gengið, jú, það hafði veikst svolítið, en það hrundi ekki vegna þess að við vorum ekki með allt þetta erlenda fjármagnin inni. Það hefði verið allt öðruvísi þróun af því að það var ekki þetta ójafnvægi byggist upp. Og þá voru allir rosalega ánægðir með að við gátum verið svona eins og bara svona siðmenntuð vestræn þjóð og lækkað vexti. Og það fór rosalega mikil fókus á það að segja bara, nú er Ísland komin í hóp siðmenntara þjóða sem getur lækkað vexti í kreppu, sem eru auðvitað mjög jákvætt, skilur. Þú vilt ekki skapa eitthvað neyðar ástand með að vera í ofanálag að hækka vexti og ná öll aðra. En þetta snýst alltaf samhengið, skilur. Þú veist, hvert fjármagn er að leita. Það er bara mjög gott mál að vextir hafi lækkað og gert fólki auðveldara að eyða. En það sem að
það sem að oft ekki rætt í þessu samhengi að þú veist, það sem að skapar ójafnvægi í hagkerfinu, það eru heildarumsvifin. Það ekki bara hvað ríki að gera, það allir rosa mikið áhyggjur núna af halla ríkissjóðs. En það enginn að pæla í því hvað heimilin að gera. Það hefur bara rosalega mikil áhrif. Þú veist, að því við tölum verðbólgu og vextu og eitthvað svoleiðis. Ef að heimilin sem heild haga sér ákveðin hátt í mikilli neyslu eða þenslu, þá hefur það alveg jafn mikið verðbólgu áhrif og ríki gerir. Og þess vegna þurfum við bara að fara rosalega vel með bara fjármagn almennt í kerfinu. Þú veist, óháð því hvort það sé ríki sem eða heimilin, ef við erum í svona viðkvæmu ástandi, þar sem við höfum áhyggjur af því að sé of mikil þensla eða sé kannski að of hitna einhvers staðar kerfi, þá þurfum við bara að vera gagnrýnin á það, ok, gæti verið í svona umhverfi, það myndi meika meira sens að setja bara peningana hérna sem ekkert að gerast og við komum ekki peningana yfir en þess að við erum bara í ykkur sérhólfi eða hvort við erum að fara í almennir aðgerðir. Ok, en eins og núna vera svolítið að hvetja til skuldsetningar, eða bara vera rosalega að hvetja til skuldsetningar og fólk kannski tekur lán til 40 ára, ég meina ekki þessi vextir að fara að vera svona lágir í 40 ár. Nei. Hvað gerist svo þegar hvernig meika það sens að það sé verið að láta okkur skuldsetta okkur, ég meina auðvitað þetta allt bara persónulegar ákvarðanir og síðan verða vextir einhvern tímann að hækka og við þar leiðandi að borga hærri afborganir. Já, sko. Hvað gerist í rauninni? Hver svona langtíma horfurnar á því að vera í svona lágu vaxtastigi og einhvern tímann þar þurfa vextirna að hækka aftur? Já, það vill enginn heyra þetta, en þetta skelfilegt ástand. Það vill enginn vera með svona lága vexti. Eins og ég sagði áðan að Íslendingar væru með vext á heilanum, sko, það vilja allir hafa lægri vexti en almennt hafa verið á Íslandi. Það hafa alltaf verið hærri vextir á Íslandi en í löndunum í kringum okkur. Og við veitum kannski bara að byrja þar og bakka svo inn í það sem varst að segja. Og partur af því að við erum lítið hagkerfi. Við erum með okkur eigin gjaldmiðil, með íslensku krónuna, sem þýðir að það ákveð svona vaxta áhætta. Það ákveðin áhætta af því að bara eiga í íslenskum krónum. Og partur af því eins og ég var að segja áðan að hérna, til dæmis ef erlendu fjárfestir kemur inn og ætlar að fara í eitthvað stórt verkefni, þá kemur hann með, þú veist, dollara inn, skiptir yfir í krónur til þess að kaupa í ykkur. Síðan ákveður hann að yfirgefa kerfið, breyta aftur yfir í dollar og fara út með peningin sinn. Hættan svo að hann sé mjög stór, þetta kannski einhver bara risastóður sjóður erlendis og hann bara að selja bara 10 milljarða sem miklu meira en bara, þú veist, við erum í daglegu tali að velta kannski á gjaldeyrismarkaðnum. Og þá aftur miklu fleiri að selja en að kaupa og þá skapast alltaf einhver hætta á að þú farir út með minni peningan og hélst þess að gengið var verra en þú hélst. Punkturinn verandi og þarf ekki alveg að skilja dýnamíkin í þessu bara, það svona seljanleika álag sem fylgir í að það bara fáir í kerfinu og það alltaf einhver áhætta að fara inn í eitthvað, alveg eins og þú kaupir í ykkur fyrirtæki hlutabréf, að þá áhætta sem fylgir í því að þú getur kannski ekki selti út úr því. Og þetta álag sem hefur alltaf fyllt krónunni og þetta þýðir að þú þarft að vera með aðeins hærri vexti til að hvetja til fjárfestinga. Okay. Önnur ástæði fyrir að vextir hafi verið hærri líka og algjörlega ótengt stýrivextum að við fáum allt okkar fjármagn í gegnum bankana. Þú veist, eins og ég sagði áðan að Seðlabankinn, hann setur ykkur stýrivexti og hvetur bankana áfram, en bankarnir, þeir eru ekkert skuldbundnir að lána eitthvað á stýrivextum eða á stýrivextum plus 1%. Bankarnir ráða nákvæmlega hvernig þeir lána. Og bankarnir ákvarða hvaða vexti þeir rukka þér eftir því bara hvernig annar kostnar hjá þeim fellur til. Þannig að bankar reka sig á það sem kallað vaxtamunur. Það bara munur á vaxtatekjum sem þeir fá frá þér og vaxtakostnaði sem þeir fá frá peningum sem inn í bankanum og svo einhver annari fjármögnum sem eru með. Þannig að þetta bara eins og fyrirtæki, þú veist, að verðið á vörunni bara háð því hver kostnaðurinn í fyrirtækinu. Og í litlu kerfi eins og Íslandi, þá bara kostnaður, fastu kostnaður oft hærri, vegna þess að þú þarft að reka þessa grunninnviði sem í bönkunum, þú þarft að vera með starfsmennina og kerfin og allt þetta, en þú ert alltaf bara með 350.000 manns. Og þú getur eða ekki farið, það var náttúrulega gerð tilraun til þess fyrir síðustu kreppu að fara eitthvað út og sækja viðskiptavinni, en það er mjög erfitt ef þú ert
í krónukerfi sem úr bara með 350.000 viðskiptavini að reyna að sækja fleiri viðskiptavini. Þannig að það líka bara meiri kostnaður í kerfinu og það minni samkeppni, vegna þess að þú ert bara með íslensku bankana. Það vill engin erlendur aðili bjóði upp á bankaþjónustu á Íslandi vegna þess að ef að þú veist, Nordea eða skilur einhver Royal Bank of Scotland eða eitthvað kæmi hérna inn, þá svo rosalega fljóki fyrir þá að vera með starfsemi hérna, en þess að þau reka alla sína starfsemi í pundum eða evrum eða eitthvað svo leiðis, svo þarf þetta allt hérna að koma hérna inn og byrja það að skipta allir yfir krónur. Þannig að það er bara svona innbyggður strúktúr í kerfinu og þetta er bara mjög mikilvægt að fólk skilja því fólk heldur að þetta snúist allt stýrivexti. Það er strúktúr í kerfinu sem heldur kostnaðum hærri en annar staðar sem gera það verkum að það er alltaf svona vaxta álag á Íslandi. Og þetta umhverfi hefur ekkert breyst. Þáttu við fórum í þessa kreppu, skilju. Það hefur ekkert í grundvallar atriðum breyst í vaxta umhverfinu. Og þetta er það sem við viljum breyta, skilju. Við viljum vera með meiri samkeppni, við viljum draga úr kostnaði, við viljum draga úr áhættu sem fylgir í að vera með lítinn gjaldmiðil, reyna að minnka flögt. Það er svona alls konar tæknilegir hlutir. Það eina sem breyttist í þeirra var að það var ákveð að lækka stýrivexti bara rosalega mikið til þess að reyna að örva hagkerfið. En þetta er tímabundi ástand. Þetta er svona, það var skrúa frá krananum til þess að allir færa af stað. En þetta segir ekkert til langtíma jafnvægið. Þetta segir ekkert til hvað er ásættanlegt fyrir kerfið og þess vegna er mjög varhugavert að horfa á núverandi vaxtastig og halda að þetta sé bara komið til að vera. Vegna þess að afleiðingar líka að því að vera með svona lága vexti eru að það getur ýtt undir óeðlilega mikla áhættutöku. Og þarna er þessi fína lína, vegna þess að það er í rauninni verið með því að lækka vexti að hvetja ykkur í umhverfið sem allir eru svona svolítið hrættir. Þú er ekki að, gera neitt, að taka áhættu og það er gott, en hættan er að þú ert með oflága vexti í langan tíma að þú takir of mikla áhættu og þú farir að fjárfesta í ykkur óskynsamlegu. Þú kaupir of stórt hús, skilju. Allt í næstu komin bara í 200 fermetra einbýli sem þú þarft ekkert að vera í. Og þetta er, eitt af afleiðingunum af lækkun vaxta og að auka mikið fjármagni í lánveitingar, að það ákveða allir að taka skrefið sitt á sama tíma og kannski taka stærra skref en þeir hefðu undir öðrum kringumstæðum, skilur? Ég meina það er ekkert endilega að vera að lyfta fólki sem var að reyna að kaupa svona fyrstu íbúð upp í loksis að ná fyrstu áborguninni og geta tekið þetta lán, heldur líka fólki sem var að pæli að kaupa sér svona íbúð kaupa sér kannski einbýlishús í staðinn. Já, það er náttúrulega málið og hlutfallslega skilju, þá fara mestu peningarnir í þá sem að voru nú þegar á markanum. Þannig að það er dýrast að kaupa stærri eigninnar, skilju. Það eru vissulega bara stór hluti, mér minnir að sé svona 25-30% af þeim sem að keiftu fasteigni fyrir sem voru fyrstu kaupendur. Og þetta er bara, þetta er mjög jákvætt og þetta er ofta sem maður heyri bara, hvað vilt þú bara ekki að fólk komist inn á húsnæðismarkaðinn? Jú, ég vil alveg að fólk komist inn á húsnæðismarkaðinn, en ég meina þegar Framsóknarflokkurinn lofaði 100% lánum innan 2004-05, þá komst líka fullt af fólki inn á húsnæðismarkaðinn, skilju. Arleiðin held ég að þeirri ákvörðun var ekkert ofboðslega góð. Veit ég hvað ég meina? Ég er bara að reyna að vera svona, kannski leiðinleg eða ábyrg og segja, ok, það er kannski ekki gott að þessi allir að fara í þessa vegferð á sama tíma, vegna þess að staðreyndin er svo. Til skamstíma orðum með einhvern hóp sem vissulega kemst inn. Og þetta er auðvitað mjög mikilvægt í þessu umhverfi að þetta nýtist til þeim sem hafa verið að reyna að komast inn á markaðinn. Þú ert að tala um fasteignamarkaðinn? Já. En því lengri tíma sem líður á svona lágum vöxtum, hvað gerist? Það hækkar verðið, skilju. Þannig að þú komst kannski í gegnum greiðslumat síðasta vor á mjög lágum vöxtum á okkur íbúð sem að kostaði 40 milljónir. Frábært, af því þú ræður við þá greiðslubyrði. Síðan eru vextir áfram lágir og þú ert með einhvern annan einstakling sem að eftir 1-2 ár þarf að kaupa sömu íbúð á 50 milljónir. Og þá eru sömu vextir en allt í einu greiðslubyrðin orðin miklu hærri vegna þess að verðið er orðið hærra. Og þetta er auðvitað heldur ekki jákvæð þróun, skilur, vegna þess að hættan er svo ef þú ert með vexti mjög lága, óeðlilega lága, að það hækka bara verðið á íbúðunum. Og það sem að gerist líka í svona umhverfi af því að þeir sem áttu fyrir og voru sterkir fyrir og voru í vinnu, mistu ekki vinnu,
þeir hafa líka aðgang að þessu fjármagni, að þá stækka þeir líka við sig og það sem hefur gerst að stærri íbúðir eða það að segja stærra húsnæði sérbýli, það hefur hækkað hlutfallslega meira vegna þess að þar hefur líka verið rosa mikið peningum að fara inn. Þannig að þú upplifir rosalega ánægðan bara, snilt, komst þennan markaðinn, svo fyrsta sem að leiðust búin að kaupa IKEA-sófan en íbúðunina, þá ferði að skoða næstu íbúð og þú sér að hún búin að hækka alveg rosalega mikið og þú fer bara að hafa áhyggjur af næsta skrefi. Þannig að En hvað með aðalann sem að kaupir þessa 40 miljónir króna íbúð á 50 miljónir en lágum vöxtum líka? Þannig, þú keyptir hann aðeins dýrar en hún hefði átt að vera. En hvað ef kemur síðan hitthauki sem það að vexti byrja að hækka líka? Ég meina, það örugglega margir að spyrja sig þessu. Það er svo margir að skuldsetta sig og taka lán á þessum lágum vöxtum. Ég bara trúi ekki öðru en allir sé að hugsa hvað ef vextir hækka. Og ég trú ekki öðru en að bankarnir, ég ætla að vona svo sannarlega, ég vinn ekki og vann ekki við að gera greiðslumat, en það sé verið að gera áætlun það hvort að þessi sveigrum hjá þessum einstaklingi að ráða við greiðslubyrjina ef vextir hækka 23% á næstu árum. Finnst þér líklegt að það gerist? Ég vona það. Núverandi ástand. Þú vilt sjá heiminn brenna? Ég vil sjá heiminn brenna, ég vil ekki lága vexti. Sko, í eðli árferði, þá það þannig að svona heilbrigt vaxtastig, það tekur mið af tveimur þáttum. Það tekur mið af verðbólgu og það tekur mið af hagvexti. Verðbólga, svona heilbrið verðbólga, er svona 2,5%. Heilbriður hagvöxtur er svona 2,5%. Þannig að hagkerfi í jafnvægi sem er ekki í krísu, er ekki í lægð með heilbriðan vöxt, heilbrið efnaðsumsvið, ætti að vera með stýrivexti upp á svona 4,5-5%. Í dag eru vexti 0,75%. Þannig að fólk verður að miða sín lífskjör og hvernig þeir líður með, bara sín laun og sín lífstíl, ekki bara útfá hvaða borgar á húsnæðisláni sitt, heldur get ég fengið góða vinnu, er góðu launavextur, er umsvið í hagkerfinu að aukast, þannig að ég get, opnað fyrirtæki. Það er svo margt annað sem skiptir fólk máli en hvort að það sé að borga lágmarksvexti í mestu kreppu sem hefur verið í 100 ár, skilur. Og þetta er ástæðan fyrir að segja, Íslendingar eru oft með vexti á heilanum, skilur. Það eru grundvallar atriði sem að halda vaxtastig of háu, lítill gjaldmiðill, lítill samkeppni og alls konar hluti og fólk getur síðan tekið debatt hvernig að leysa það. En það er misskilningur að halda í fram að þetta sé gott ástand vegna þess að þetta er áskrift á, eða þetta er í rauninni lýsandi bara fyrir óheilbrigt hagkerfi akkurat núna. Að því hin hliðin á þessu líka er að við hugsum svo oft vexti út frá okkar hlutverki sem skuldarar. Við erum alltaf að hugsa ég skulda hérna í íbúð, skilur, eða ég skulda í húsi. En á hinu hliðinni á þessum vöxtum er náttúrulega þeir sem að eiga eitthvað peninga, eitthvað sparnað. Það er ekki bara efnafólk, það er líka bara fólk sem greiðir í lífeyrissjóð og á eitthvað pening í lífeyrissjóðinu sínum. Og ef að vextir eru mjög lágir, þá ertu auðvitað að fá mjög lága ávöxtun þá fjármagn. Og það getur í einhvern skamman tíma make a sense, skilur, en bara til langs tíma þá viltu hafa bara svona eitthvað heilbrigt jafnvægi á markanum. En það er auðvitað grundvallar forsenda í dag að taka lán fyrir íbúð. Að það sé, ef að bankin er ekki að gera það fyrir að þú reiknir það út, hvað gerist þetta ef vextir hækka 23%, ræði við greiðslubyrjuna þegar ég fara að lenda í vandræðum. Það sem að mjög margir eru líklega að fá í samtali við bankan sinn er, þú ert að taka óverðtryggt lán á breytilegum vöxtum, þar að segja að þú borgar í rauninni, þú borgar bæði verðbólgu og vexti. Ef að vextir hækka, þá bara skuldbreytur og tekur verðtryggt lán. Skilur, það er, hvað ég segja, það er ekkit frítt í þessum heimi, skilur. Það getur bjargaði til skamstíma, en munurinn á óverðtryggðu láni og verðtryggðu láni er að í staðan fyrir að mánaðarlega greiðslan hækkar, þá bara borgaru hægar niður láni sjálft, skilur. Þannig að þá í rauninni er hluti af vaxtagreiðslunni, þú losnar við að borga við hana sem er ígildi verðbólgunar, en það situr eftir á láninu. Þannig að þú græðir ekkert á því að skuldbreyta,
þú bjargar þig fyrir hort tímabundi en þú átt ekki pening akkurat núna en þú eignast minna og hægar í húsnæðinu. Já, þú borgar niður höfustólinn hægar. Þú borgar höfustólinn hægar. Þannig að vissulega, ef þú ert að lenda í vandræðum, þá er betra að gera þetta en að fara að lenda í ykkur vandræðum við að borga húsnæðinu. En sko, ef þú ert í þeirri stöðu og þú ræður ekki við hækkun upp á 23% af vöxtum, þá ertu mögulega skuldsettaði of mikið. Það er bara staðreynd. Vegna þess að þetta er ekki eðlileg vextir sem er í dag og það þarf að vera að segja fólki það. Og þetta er hættan sem ég var að segja við áðan, skilur, þú vilt að fólk taki áhættu, taki ákvarðanir sérstaklega og allir ætla að fara í baklás, en hættan er alltaf svo. Þú kaupir þér aðeins of stóra íbúð. Skilur, það er fullt af fólki sem er að kaupa sína fyrstu íbúð og gat bara ekki keypt minni íbúð, skilur, og það er bara flott og þau komist inn. En það er líka fullt af fólki á markaðnum sem er að kaupa þeim stærra en það þurfti. Einhverju hafa bara vel efnaði og bara rúm greiðslur á, en það er einhverju aðri sem eru aðeins að stíga fast á bensinni og það er auðvitað alltaf hættulegt í svona ástandi og þess vegna viltu ekki hafa svona ástandi í oflangan tíma af því lengur sem ástandi er, því fleiri taka kannski rangar ákvarðanir og það getur haft afleiðingar fyrir allt hagkerfið. En þetta myndast mjög mikið út af bara stemmingu og þú veist, þú hlýtur að finna það sjálf og bara hversum lítur í kringu þig ef að vaxtastigið lækkar svona eins og þú varst að tala að lágu vexti því líka bara lág ávöxtun fyrir marga, en þá tekur fólk líka bara smá fjármagnið í sínar eigin hendur og segir, ok, hvert ætla ég að láta þetta? Já. Og voða vinsælt er að henda því öllu í fasteignir, rafmyntir, hlutabréf, Wall Street Bets og GameStop og Icelandair og allt þetta. Ég meina, þú veist, hvað á maður að gera? Ég meina, og allir sem eru að hlusta, ég býst við að þeir séu til í að heyra eitthvað, ég ætla ekki að biðja að ráðleggja neinum í tengslu við hvað að gera við peningin sinn, en það skapast líka svo stemming að þú ert með fjármagn á milli handana, allir í kringu þau eru að græða, fengu, seldu þessu íbúð á yfirverði og bitcoin er upp 50% síðan þarna og ég hefði átt að kaupa þetta jólin og hvað það nú er. Meina, þetta er líka erfitt. Já, þetta er líka erfitt og þetta snýr að þessu, sko, nú ætlum ég að vera svona leiðilegur hagfræðingur, sko, þetta snýr að bara hvötunum sem er skapaðar í kerfinu. Þetta er það sem að Seðlabankinn vildi að myndi gerast. Þegar Seðlabankinn lækkaði vexti, þá vildi hann að þú myndi panika og ákveða að gera eitthvað með peningana þína. Skilju, en það sem þú vilt ekki gerist í svona aðstæðum er að allir bara sitji sem fastir og eyði engu, skilju, þó að sé reyndar þannig í svona ástandi að þú ættir samkvæmt minni greiningu að vera bara að setja peningi þá sem eru atvinnulausir og ekkert vera að hafa áhyggjur öllum hinum, sko. Já, sem ríkið. Já. En allavega, sko, þessi aðgerð að lækka vexti meðal annars og reyna að setja meiri peningi í umferð er til þess einmitt að einstaklingar eins og þú og fleiri eru bara, þú veist, ég er ekki að fá neina ávöxtun á peningi minn, ég þarf að setja eitthvað. Og eina mörgum, svona, svo ég tengi þessar áhyggjur fólks við svona hefðbundna stýrivaxta fræði. Svona eru seðlabankar að reyna að sjá fyrir. Þeir eru að reyna að sjá fyrir þessu viðbrögð hjá þér, skilur. Að einn kanall, ein svona leið til þess að hafa áhrif á hagkerfi er að lækka stýrivexti sem lækkar þá vexti á peningniðinum í bönkunum af því að bankarnir bregðast þannig við og að þá hafir þú ágjur á því að þú sérst að fá svo litla ávöxtun á peningin, þú farið líka meira fyrir íbúðina sem þú seldir, vegna það er miklu fleiri sem hafa efnaði að kaupa hana af þér, þannig að verðið hækkar. Og hugmyndin er svo að þessum peningum verði komið í umferð á betri stað, þar að segja þú setir þetta inn á hlutabréfamarkaðinn sem að örvi fjárfestingu hjá þeim fyrirtækjum og það skapi störf, skilur. Veist, þetta er, ég veit að við sem einstaklingar hugsum alltaf bara hvað áhrif þetta á minn pening, en það er mjög áhugavert líka að hugsa bara hvert er pointið með þessu öllu saman og pointið með því er að þú sért að taka einhverjar ákvarðanir óbeinir hvatar sem settar á þig þannig að þú komi peningunniðinu fyrir einhverstaðar í hagkerfinu og þú bara afléttir ástandinu. Þú skapir bara störf fyrir 2000 manns með því að virka fjármagnið. Þú ert auðvitað ekki að hugsa þannig. Þú ert bara hvað ég gera við hennar pening. Vandinn er að það er ekkert endilega sjálfgefið mitt að fólk taki ákvörðun að setja peningin í eitthvað skynsamlegt. Og þetta er, þú veist, svona klassískur eins og hagfræðingar kalla svona markaðsbrestur. Það er að segja, það er svona einhver hugmyndafræði hjá hagfræðingum og seðlaböngum að fólk sé svona rationalt, skilur, það sé bara með svona mjög eðlilegar hugmyndir heiminn og peningur leiti alltaf rétta leið. Sumir hagfræðingar sem eru svona mjög ósatti við gamaldags hagfræði kalla þetta svona brauðmóla hagfræði. Það er að segja,
þú svona dreifir fræjunum uppi og lokum lekiði gegnum kerfið. Vandinn einmitt að fólk tekur óskynsamar ákvarðanir af því að fólk áttar sig oft til dæmis ekki á því að það ástæða fyrir því að það eru hærri vextur á sumum en öðru. Vegna þess að sko, það samband á milli ávöxtunar og áhættu. Eitthvað sem með mjög lága vexti, með mjög lága, eins og ríkisskuldabréf, með mjög lága vexti vegna þess að ríki verður ekki gjaldþrota. Og alveg eins og með bankan sem vil ekki lána einhverju fyrirtæki, það getur kannski fengið 10% vexti, en ef það missir bara, tapar bara höfustólnum, þá þetta ekki droslega góð ávöxtun. Og hættan sú að fólk sjáu einhverja háa ávöxtunarmöguleika eins og í Bitcoin eða þú veist, í einhverju GameStop eða ég veit ekki hvað það ætla að gera og átti sig ekki á því að það ástæði fyrir því að þetta með hærri ávöxtun. Og ef að áhættu minnsta fjárfestingin að borga eitthvað rosalega lítið og þetta að borga mjög mikið, þá að taka mjög miklu áhættu og það hætta á að þú bara tapir höfustólaðin. Þannig að sko, þetta mjög vand með fari ástand vegna þess að þú vilt hvetja fólk til að setja peningi umferð en margir ekki með fjármálalæsi til þess að gera það, fólk skilur ekki alveg hvað best að setja peningin sinni inn og í sumum tilfellum það gæti bara verið betra að taka ekki of miklu áhættu, það fer þetta bara eftir hvar þú ert staðsettur í lífinu, skilur. Og það kannski önnur ella af þessu ástandi að sumir geta tekið meiri áhættu og grætt en aðrir, vegna þess að þér munar kannski ekki það að tapa þessari milljón, en einhver aðrir myndi bara missa lífspartnaðin sinni, myndi missa milljónuna, en þeir sem eru tilbúin að taka mikla áhættu geta sett bara á, þú veist, rauða í rússnesku rúllitinu, þeir geta fengið rosalega mikla ávöxtun í svona umhverfi. En ég myndi segja aðal áhættan felst í því að fólk sé ekki læst á það að ef einhver að bjóða þér mjög há ávöxtun, þá fylgir þið líka mjög há áhætta. Þú getur bara tapa höfustólaðinum og líka þessi hugmyndafræði að peningurinn skilir sér alltaf á réttan stað. Þú veist, hann skilir sér, þú veist, í stóru myndinni á þá staði þar sem að einhver störf sköpist út af því. Vegna þess að partur af þessu líka bara svona svolítið hjarðhegðun. Fólk segir bara að þetta ekki verði og þá fara allir og setja peningi í þetta. Og hvað að gerast á fasteignamarkaði, hvað að gerast á hlutabréfamarkaði, hvað að gerast á verðbréfamarkaðum, að það þú veist, peningur að elta peningin, skilju. Og þetta svona dýnamík sem ég held að sé mjög áhugavert að fólk hugsi af því það auðvitað að hugsa sig sem einstaklinga, sem bara mjög eðlilegt, bara hvað ég gera peningin, en mér finnst líka mjög áhugavert að fólk velti fyrir sér hvað verið að reyna að láta mig gera peningin. Þú veist, bara, hver tilgangur lífsins? Þú veist, af hverju ég að þessu, skilur? Og hugmyndin náttúrulega svo að þú sért í hverju skynsamlegri fjárfestingu, skilur. Við viljum auðvitað að sparnaðurinn í hagkerfinu og þú ætti líka að vilja það og ég sem einstakur, einstaklingu, ætti að vilja vera að eyða peningnum mínum eða setja sparnaðinn minn þannig að það sé að fara að skapa, þú veist, svona bara góð lífsgæði hérna á landinu. Þú veist hvað ég meina? Þú vilt að þetta sé peningur sem að fari í auka framleiðslu eða þjónustuval eða skapi störfi allt þetta. Af því ég meina, þú veist, í lokdags þá langar þig ekki bara setja á 100 milljóna en bara, þú veist, líða illa þegar þú fer út að labba verðan þess að það er svo mikið heimilislausu fólki í kringu þig. Þú veist, það hlýtur að vera einhver stærri mynda bak við þetta. Fólk auðvitað sem einstaklingar hugsa ekki svona og það hljómar eins og ég sé alveg óðbáslega eitthvað heimsbyggileg þegar ég fara út í þetta. En ég held að það sé samt mjög gott að fólk bara velti fyrir sig bara hver tilgangur með þessu allir saman. Þú veist, bara verið að ruggla í mig með að vera að hreyfa vaxtastigina, hvað ætlast til að mér. Þannig að þetta hefur áhrif á ákvarðanatöku fólks, það á að gera það. Spurningin bara hvort að það sé leiði til réttra ákvarðana. Í mörgum tilvikum þá það, ég meina fólk að kaupa sér fasteign, það meikar sens fyrir það. Stóra spurningin sem ég hef verið að velta fyrir mér og kannski ekki alltaf svo vinsalasta, en ég að reyna að fá fólk til að hugsa það, hvað áhrif hefur mín hegðun á aðra? Vegna þess að þú veist, við viljum lifa í samfélagi þar sem að þú veist, fólk hefur það bara almennt gott. Og staðreyndin svo að í svona umhverfi þar sem að fjármagn er auðfengi, það auðvelt að fá lán ef þú ert með vinnu, skilur. Það auðvelt að ávaxta peningin ef þú átt pening að þá þarf maður að hugsa okkur hvað með þá sem að komist ekki inn á markaðin og það til dæmis rosalega mikið ungu fólki sem að missa af þessari uppsveiflu sem felst í því já, þú ert að hafa ágjörð að því að
þú fáir of lítið á bankareikningunum, en ef þú settir samt peningin á íslenska hlutabréfamarkaðin í fyrra, þá ertu búin að fá 40% ávöxtun á peningin. Og að sama skapi ef þú settir það í skuldabréfasjóð og komst inn á fasteignamarkaðin. Og það ekkert sjálfgefið að þessar hækkanir haldi áfram á hverju einasta ári. Þannig að þetta svolítið svona ástand þar sem að þeir sem að voru fyrir, þeir hafa það betra, en þeir sem voru ekki komnir inn á markaðin, þeir þurfa að kaupa sér á dýrari markað, dýrari fasteignamarkað, ef þeir ætla inn á hlutabréfamarkaðin allt orðið dýrara líka, skilju. Þannig að það ákveðin hjarðhegðun sem fylgir svona ástandi. Það mjög eðlilegt að fólk velti fyrir sér, ok, hvað ég að setja peningi minn og allt það. Ég held að það skiptir mestu máli fyrir einstaklingin bara að vera meðvitaður, bara svolítið svona fjármálalæs á aðstæðunar. Þú veist, hversu mikið áhætta fólkin í því sem ég að gera. Þú getur auðvitað bara fengið fjárfestingaráðgjöf í banka og hvað svo sem og vera bara meðvitaður það að það ekkert þú veist, hagfræðingar segja there's no such thing as a free lunch. Þú veist, ef þú ert að fá okkur að brjála ávöxtun á þetta, þá líka líkurnar að þú tapir öllum peningunum mjög miklar, Þannig að fólk verður að fara einhverja millileið, þessin fólk oft með eitthvað svona blöndu söfn, skilur, hvað smá í ríkisskuldabréfum, smá í hlutabréfum, það er svona að þú ert að jafna út áhættuna. En alltaf flestir, þeir ekkert með aukalega hver mánaðamót, þeir borga bara í fasteignina sína, svo borga þeir í lífeyrissjóð, skilur, og lífeyrissjóðin náttúrulega að sjá þessar fjárfestingar ákvarðinu fyrir okkar hönd, Einmitt, þannig að líka bara okkar hagur að því að þessum fyrirtækjum gangi vel út af því að við eigum pening í þeim óbeint. Ég meina, stór hluti auðvitað af þjóðinni í íslenska hlutabréfamarkaðinum í gegnum lífeyrissjóði. Vandinn auðvitað í svona uppsveiflu það auðvitað misskipt meiri sig í gegnum lífeyrissjóðuna vegna þess að þeir sem eru eldri eiga mest, eðli málsins samkvæmt, þeir eru búin að borga lengst, þeir sem eru núna og hafa verið á hæstu laununum, þeir fá líka mest ávöxtun, þess að þeir eru búin að borga mestinn. Þeir sem að líða mest fyrir því að missa þessu uppsveiflu eru þeir sem ekki komnir inn á markaðin, ungt fólk sem á lítið í lífeyrissjóði, skiljur. Og það kannski að fara að lenda í því að þeirra peningur getur ávöxtast minna í framtíðinni fyrir viki verna þess að þú búið að taka svo mikla ávöxtun út á skömmum tíma, skiljur. Það ekki þannig að þú getur bara fengið 40% ávöxtun á hver einasta ári bara í öll þessi ár. Það að eitthvað hafi hækkað svona mikið í verði núna þýðir að það mun hækka minna næstu árin, Þannig að einstaklingurinn getur svo sem ekki mikið gert í því ef hann búin að missa á þessu? Það bara rosalega lítið sem þú getur gert ef þú ætti ekki pening undir núverandi kringumstæðum, þá hefur bara mista af þessari hækkun. Það ekki þar með sagt að þetta muni ekki hækka meira í verði, en þetta eru svona afleiðingar af þessu ástandi og þetta ástæðan fyrir að segja varðandi vexti og allt þetta. Það sem við eigum að vilja bara stöðuleiki. Þú vilt miklu frekar að sé bara alltaf 4% vextir á Íslandi. Það sé alltaf bara svona hófleg hækkun á hlutabréfaverði, alltaf bara svona tiltölulega stöðugur fasteignamarkaður, þannig að það sé ekki aðstöðu munur að þú komir akkurat inn á þessum tíma og náir þessu svona, þú nærir rætinu þú vilt bara að það sé ákveðin stöðuleiki, þannig að þá skapast líka minni svona spákaupmennski kringum hlutina og þá minni hætta á einhver missi af einhverju. En hvernig lestu í svona óstöðuleika? Hvernig lestu í óstöðuleika á fasteignamarkaði þó svona sé jákvæður akkurat núna, allt sé að hækka? Ég meina fyrir þá sem eru inn á honum að sjálfsögðu. Ég held, það kannski ekki beint óstöðuleiki á markanum í dag, en það er alltaf ákveðin hætta á því að þegar það verður svona ofboðslega mikil lækkun á vöxtum og þegar svona mikið fjármagn í auka skuldsetningu að það ýti undir fasteignaverðshækkanir í langan tíma eftir það. Í fyrra hækkaði fasteignaverðin tæp 8%. Það er alltaf eins líklegt að svona hækkanir geti haldið áfram í svona ástandi. Og það auðvitað ekki jákvætt að þó að við upplifum það sem eigum fasteign, þetta önnur talandi um svona miðlunarleið stýrivaxta og seðlabanka. Hvað seðlabankin er að reyna að fá þig til þess að gera. Hann er að reyna að skapa svona það sem er kallað auðsáhrif. Þú upplifið þig ríkara, verður þess að fasteignaverðið að hækka og þá hugsa fólk oft svona, þetta er bara frábært nú og ég er bara mína eign og ég á aðeins meiri pening og hugmyndin er svo og þú munir þá aðeins eyða meira ef þú upplifið þig ríkari. Er það í alvörinu hugmyndin? Það er hugmyndin. Okay. Það er verið að skapa svona auðsáhrif. Málið er að þetta eru mjög óbein áhrif, þau virka ekkert alltaf rosalega vel, skilur, verðan þess að þó þú eigir eitthvað í fasteigna þýðir ekkert og þú eigir eitthvað meira endilega á mánuð, skilur. Og það er verið að reyna, þetta eru allar svo óbeinu leiðir sem að Seðlabankinn er að reyna að fara. En það er auðvitað ekki jákvætt
að sko það verði of miklar hækkanir á svona skömmum tíma vegna þess að eins og ég sagði þó að vextir séu lágir ef að það þýðir að það bara hækkar verðið á hverju einasta ári þá hættir það að vera eitthvað jákvætt að vextir séu lágir skilur vegna þess að þú þarft að bara borga hærri útborgun til þess að eignast íbúðina og þú þarft að borga hærra hverju mánuði þannig að sko við viljum bara miklu sko, fasteignamarkaðurinn á bara að vera mjög leiðilegu markaður skilur, fasteignamarkaðurinn að mínu mati á ekki vera svona hot ticket skilur, bara allir inn núna það þurfa allir bara þaka yfir höfuð skilur, það á ekki að þurfa að vera þannig að þú varst heppin að þú varst skilur 27 ára þegar vextir voru svona skilur, það á ekki að þurfa að vera þannig og þess vegna ég meina þetta bara aðstæðna sem núna uppi og ég ætla ekki að vera að segja hvort það sé gott eða slæmt, ég meina þetta hefði bara verið betra ef fasteignaverð hefði haldið í sér en þetta einhver liti afleiðing af því að við fórum í talsverða örvun á hagkerfinu þarna megin og það bara eitthvað sem við þurfum að ræða og það bara staðreynd skilur að það mjög sérstakt og ég held að mjög margir sé að spurja sig af þessu að þeir horfa á fréttirnar og það einhver sem segir já það var 7% samdráttur í landsframleiðslu í fyrra hagkerfið minnkaði 7% og fólk bara eitthvað, já ok, ég bara fínt sko mínar ráðstöfunartekjur er bara það sem situr eftir á hverju mánuði hefur bara aukist ef eitthvað og ég að borga minni í húsnæði svo kemur næsta frétt, já, 25.000 manns á atvinnu já, ok, ég sett samt peningina inn í hlutubréfamarkaðinn og hækka rosalega mikið það ójafnvægi í hagkerfinu og þó að það sé ekki bitna þér sem einstaklingi þá mun það bitna okkur öllum setna meira að það verður ekki leiðrétt skilur og þess vegna þetta umræði sem við þurfum bara að taka og við þurfum að geta og fyrir ekki bitna þér sko út af mér svolítið gott að þú talar punkturinn hvernig samfélagi vilt búa í þetta getur bitnað á þér og í þeirri mynd að samfélagi sem býrði þér ekki eins og þú vilt hafa það já, ég meni ég get bara þú ert ekki að tala eitthvað, þú ert að fara að tapa í hlutabréfunum þínu þú ert að tala raunhagkerfið á móti fjármálamörkuðum ég meina, sko, það að tvennt í þessu já, ég meina þetta bitnar á þér óbeint vegna þess að sko, þú vilt ekki lifa í samfélagi þar sem aðrir hafa skíkt en þetta auðvitað getur bitnað á þér vegna þess að kerfi þarf að vera stöðugt og ef þú skapar kerfi með mikla skuldsetningu, mikla eignaverðshækkanir þá alltaf hætta þó við séum ekkert þar núna að það hætta að það skapist bóla á markanum sem springi þannig að það bara staðreynd skilur að við verðum að vera bara með augun opin fyrir því að ef eitthvað að hækka mjög hratt og ekki í takt við eins og þú segir raunhagkerfi þetta eitthvað sem að hagfræðingar nota mjög mikið raunhagkerfi þýðir í rauninni bara fólk og fyrirtæki og bara svona almenn fjárfesting í steypu og í rekstri og eitthvað svo leiðis að meðan að fjármálakerfi getur átt bara svona sitt eigið líf sem það sem að gerast núna þú getur verið með krónu sem að elta sama hlutabréfi og leitar aldrei í ráðningu á mannesku og leitar aldrei í innviðafjárfestingu og þetta afleiðingar af svona örfun að það skapast hvatar þar sem að peningurinn ekkert endilega að leita í ykkur sem skapa störf og það mál okkar allra vegna þess að sko þín atvinna í dag og mín atvinna í dag háði að aðrir séu með atvinnu aðrir séu, þú veist, að kaupa vörur aðrir séu að neyta og svo leiðis og þess vegna snýst þessi spurning þú veist, samábyrgð og hvort við séum að hjálpa náungum og eitthvað svona, þetta snýst ekkert bara eitthvað ertu góð manneskja, skilur við, þetta snýst það að sko ef að þú vanrækir hópa af einstaklingum í eitthvað tíma, gera verkum að þeir eru atvinnuleysir í of langan tíma, þeir eru of lágum tekjum að meðan þeir eru atvinnuleysir þannig að þú veist, andlega líður þeim illa, þeir lenda kannski í örorku eða eru bara óvinnufærir eftir svona ástand, ég meina það er bara það sem gerist í mörgum tilvikum, þetta getur verið mjög erfitt aðrir plumma sig bara vel en þurfa kannski bara að ganga allan sinn sparna í svona ástandi, þú skapar bara misvægi í hagkerfinu og þú skapar hópa fólki sem kannski ekki að fara að vera eins virkt og það ætti að vera og það hefur áhrif á allan vinnumarkaðinn, það hefur áhrif á eftirspurn eftir vörum og þjónustu í kerfinu, þetta hefur allt áhrif á okkur að lokum, út frá bara svona efnaðslega sjónarmiði, að það sé jafnvægi í kerfinu. En síðan hitt líka bara, og það kannski meira, sumir kallaði pólitík, aðri kallaði lífskoðun, skilur, að það líka bara þrúgandi
að vera í samfélagi þar sem fólk hefur að skýtt þú veist, og ég meina ég bjó í Bandaríkjunum í þó nokkur ár, var í þessum fína flotta skóla, þarna Yale sem í þorpi sem heitir New Haven í Bandaríkjunum og þessi skóli búin að vera þarna fyrir sko stofnun Bandaríkjana, skilja, áður en Bandaríkin urðu Bandaríkin, þetta bara einn elsti skólinn í Bandaríkinum og rosalega mikið að efnuðu fólki sem fer í innan skóla, þú veist, börn frægra einstaklinga og þú veist, þú lappar campus og þú veist, það er kannski bara Bentley eða Lamborghini lagt þarna og fólk einhverju með, þú veist, svona Secret Service liða fylgja þér og auðvitað ekki allir sem fara inn að skóla ríkir en þetta er bara svona mjög efnaður hópur upp til hópa fjárhagslega og líka svona félagslega sterku umhverfi. Svo lappar bara næstu götu, fer í búð og það er bara kona fyrir aftan sem ekki í skóm. Skilur. Eða þú kemst ekki í tíma vegna þess að það er ekki þverfóta fyrir heimilsu sem fólki eða fíklum. Þetta náttúrulega bara þrúandi og vandinn til dæmis á campus þar var að af því að það voru svo mikið félagslega vandamálum í tengslum við sko bæinn, af því að þessi bær myndir í Connecticut fylki og það var mikið af verksmiðum þarna sem eru illa úti bara þegar að aukin svona viðskipti á milli landa áttu sér stað búið svona 1980-1990 og það var bara svona alls konar félagslega vandamál sem kom upp á þessum stað og hefur skapað þetta bara örvæntingu hjá fólki og það er bara mjög óöruggt að vera þarna, það er mjög óöruggt að búa þarna, þegar ég bjóð þarna það var til dæmis brotist inn til mín á meðan ég var þar og bara hópur af bara mönnum sem að, þú veist, mættu mér í stofunni kl. 8 morgun þú veist, á campus er það er ekki bara lögregla heldur er líka Yale Police verna þess að ef þú ert að labba heim á kvöldin þá viltu oft hafa eitthvað sem fylgir þér heim ég meina þetta eru bara lífsgæði og þetta er ekki af því að það er eitthvað vont fólk sem býr þarna, þetta er bara örvænting, þú veist, sem fylgir ákveðinu félagslega stöðu og ég er alls ekkert, þetta er ekstrem dæmi sem ég taka, við erum ekkert þarna, en sko þetta er ákveð svona eye-opener fyrir einstakling sem hefur búið í Íslandi í bara óbærslega sterku velferðarkerfi, þú veist, kerfi sem grípur utan einstaklingan okkar og það er bara þekkt í hagsögunni að atvik eins og núna sem við erum að lenda í núna, svona stórar krísur það er íkja ákveðna svona þróun sem á sér stað, þannig að ef það er eitthvað trend sem er að gerast, það er fólk að missa störf í ákveðnum geirum vegna þess eitthvað að vera úrelt eða þú veist, það er, þú veist, atvinnuleysi er að aukast á einhverjum svæðum fyrir, þá ágerist oft í svona kreppum og þess vegna er þetta eitthvað sem ég bara líka mjög hugsi yfir þegar ég er að hugsa hagstjórn og allt þetta, auðvitað skiptir máli að fólk hafi það gott, en það skiptir líka máli hvað manneskjan hliðin á þér hefur líka gott vegna þess að það er svo mikill kostnaður, bara líka fjárhagslega kostnaður sem fylgir að því að vera með óvirka einstaklinga eftir svona ástand. Þannig að fyrir mér er mælikvarði á ástandi í dag, það er ekki bara, þú veist, bullandi vöxtur á fasteignamarkaði og hlutabréfamarkaði heldur bara hvað á að gera við 20.000 manns og hvernig stendur á því að mjög mikið af okkur bara finnum ekkert fyrir, við þekkjum engan atvinnuleysi, þetta er svo lagskipt, hverjir eru atvinnuleysi í dag? Einmitt. Þetta er stórt vandamál og risastórt samhengi, þetta er ekki bara húsnæðislán og hvað maður á að gera við peningi sinn. Nei, ég meina þetta er stærra samhengi og ég veit að þetta hljómar svona, þú veist, stundum finnst fólki þrúandi að vera að tala þetta, en þetta er bara svona ástand þar sem að, sko, það getur verið rosalega erfitt að snúa braut úr komin einhvert, skilur. Þú lendir að því að vera með 20.000 manna atvinnuleysa að sko, hver einasta vika sem líður fyrir einstakling að vera á atvinnuleysisbótum eða án vinnu eða þurfa að hafa ágjur af sín fjárhagslegri stöðu. Þú veist, það er alltaf hætta á því að það grafi undan þeim einstaklingi og þess vegna held ég að það fer svo rosalega mikil umræði í dag skuldir og það væri ekki svolítið gaman að koma eins inn á það, bara þess að umræða skuldir, skilur, að því að fólk eru auðvitað að hugsa skuldsetningunni sína á fasteignamarkaði, fólk þarf að passa upp á það eins og vorum að tala á þann og það sé ekki að gíra sig of mikið, ekki taka of mikið lán en fólk upplifir það rosa mikið bara, já, það er bara mitt mál, ég er bara skuldsetti mig, skilur, en það var allir ágjur af ríkisjóði, okkur mjög miklu ágjur af ríkinu,
þú veist, bara hvað verið að skuldsetja ríki mikið, þarf ég að fara að borga hærri skatta eftir þetta ástand, skilur þú veist, þetta ekki bara að fara að vera eitthvað hræðilegt innan næstu árin að við höfum ekkert efni á kerfinum okkar, skilur og það heyrist mjög mikið talað þeir sem að fylgjast með, þú veist, fréttum þessi málefni að það sé mjög mikilvægt að við séum ekki að skuldsetja okkur of mikið af því að það séu næstu kynslóðir sem munu borga þær skuldir. Einmitt. En sko næstu kynslóðir munu líka erfa samfélagið sem sprettur upp úr þessu og það ofta eitthvað sem fylgir ekki þeirri sögu. Og það þetta að taka bara mjög einfalt dæmi það hvernig fólk hugsar skuldir og það getur skipt rosalega miklu máli að fólk hafi rétta mynd af hverju við skuldsett okkur til þess að fólk sé ekki bara svona ósátt við það sé bara verið að eyða peningum í eitthvað þú veist, sem að fara að lenda næstu kynslóðum. Ég meina þú getur erft hús frá foreldriðinum skuldlaust. Segjum svo að foreldriðin eigi einbýlishús og það hafi verið eitthvað leki í húsinu fyrir einhverjum árum síðan. Og þau ákvaðu í staðin fyrir að gera við lekan að þá myndu nota allan peningin sem þau áttu aflögu bara til að borga niður skuldabrifið á húsinu. Síðan færð þú húsið skuldlaust, foreldrarnir rosalega ánægð með því, bara Snorri hérna færð þú bara hús og það bara engin skuldsetning í því. Og það fyrsta sem þú ert að byrja að gera að rífa allt út úr því. Verðan þess að lekin bara búin að skemma allt, það allt miklað og það fara 10 milljónir krónu í það. Og eitthvað sem hefði kannski kosta bara nokkra milljónir í skuldsetningu fyrir þau að gera að fara að kosta þeim miklu meiri pening fyrir vikið og viðhaldið að fara að vera bara svona out of control og þannig eigum við að hugsa þetta ástand sem við erum í núna að þú veist, ríkið fyrir hönd okkur alla að taka á sig ákveðna skuldsetningu núna til þess að koma í veg fyrir að hópur af fólki verði vanvirt eftir nokkur ár sem gera það verkum að það verður bara miklu dýrar að reka samfélagi en þess að þetta fellur á velferðarkerfið ef atvinnuleysi hátt í langan tíma þá þarf að borga bætur í miklu lengri tíma þannig að þetta leki sem við erum að gera við núna og það skiptir rosalega miklu máli að það hugafar sé til staðar í skuldsetningu en þess að það miklu meiri kynslóðabæki sem fylgir því að fara inn í næstu 10-20 ár og vera kannski bara með þú veist, 5-10% af þjóðinni sem ekki lengur á vinnumarkaði vegna þess að við vorum ekki tilbúin að gera við ástandið að meðan það Þannig að bara okkar hagur að allir séu vel staddir. Það algjörlega okkar hagur og ég held að það sé mjög mikilvægt að við hugsum þannig núverandi ástand að þetta, þú veist, þetta ekki bara kostnar fyrir einhver einstaka aðila, þetta fyrir okkur öll, af því þetta eru aðilar sem eru virkir á vinnumarkaði venjulega og eru að skapa verðmæti með sínu framlagi á hverjum einasta degi og við erum bara fjárfest í þessum einstaklingum núna sem á slæmum stað og svoleiðis skuldsetning marg borgar sig af því að þú ert að reyna að draga úr kostnaði seinna úr kerfinu. Finnst þér ekki svolítið gaman að koma grjóthörð úr fjármálamarkaðnum og úr fjárfestingabankanum og tala fyrir þessum málefnum með þína þekkingu á bara fjármálamörkuðum? Fólki finnst það mörgum sem finnst mjög skrítið að talandi hvað ég að gera núna því ég að fara sérst í framboð fyrir Samfylkinguna í haust hljómar það eins og ég sé að fara í framboð eða? Þegar þú segir það þá hugsa maður, já, þetta svona framboðstall en ég náttúrulega bara ekki að fá því hingað á þeim forsendum og setja að vera í framboð og þannig byrjar þessi samræði byrja ekki út frá þeim punkti þannig að nei, ég tek það ekki þannig. Nei, en þetta auðvitað punktur sem að, þú veist, ég fæ frá mörgum, fólki finnst skrýta að heyra þetta sjónarmið frá einhver sem starfað innan fjármálageirans og einhver liti skilja það, en að sama skapi finnst mér að líka mjög áhugaverð nálgun en þess ég held að einmitt ef þú hefur skilning á fjármálamörkum, þú hefur skilning á hagkerfinu, þá áttar það á því að sko, þú veist, þetta mun allt falla saman ef að, þú veist, samfélagi stendur ekki saman upp úr þessu, skilur, þú veist, þetta skamtíma hugsun að halda að þú getur sparað þér ákveðin kostnað af því að þú vilt bara ekki horfa á vandamálið. Það hefur auðvitað verið svona, hvað ég segja, það hefur verið ákveðin ímynd sem fylgir því að vinna í fjármálageiranum. Þú veist, fólk heldur að einstaklingar sé, þú veist, hugsi bara skamtíma, þú veist, hugsjónir eða skamtíma gróða og sé mjög svona einstaklingsdryfni, sko. Ég held að það sé bara alls konar fólk sem vinnur í fjármálageiranum. Og ég held að það hefur líka kannski kennt mig líka ákveðna hluti að hafa unnið í fjármálageiranum
það margt gott sem ég sá þar, margt gott sem ég sá sem að mér fannst líka skorta þar, skilur. En ég hef kannski líka bara í seinni tíð orðið bara mjög svona meðvitið þú veist, hvernig ég líka komst að stað í mínu lífi og hérna því ég kemur bara svona mjög hefðbundnum bakgrunni, bara hafið það bara mjög fínt, voru ekkert eitthvað endalösi peningar til þess að gera bara hvað sem og fór til dæmis alla mína menntun úti á styrkjum, annars hefði ég geta verið svona lengi og í svona námi sem ég var í. Og ég var mjög meðvituð það hvað þetta væri alveg ofboðslega forréttindi að komast á hana stað og munur til dæmis á mér og mikið af mínu bekkjarsystkinum úti var að þú veist, ég gat verið með svona tiltölulega hefðbundinn bakgrunn af því að ég kem úr kerfi sem að reynir að halda öllum á lofti og það alveg ofboðslega verðmætt og hérna, ég held að það sé bara eitthvað sem að við þurfum stanslaust að minna okkur á af því okkur finnst þetta bara svo sjálfgefinn hlutur skilur, okkur finnst bara mjög sjálfgefinn hlutur að kerfin okkar funkar hérna en við sjáum það til dæmis bara með allan heim núna í dag í þessu COVID skilur, hvað til dæmis þessu heilbrigðiskerfi víða heim bara ekki funkar undir svona kringustæðum og þá fær maður svona ákveði svona já ok, við þurfum kannski að standa vörðum þetta, passa upp á að við lendum ekki í rugli í tengslu við velferðarkerfin okkar. Nú erum við búin að spjalla þetta saman í 2 klukkutíma og ég veit ekki hvort að þetta sé of mikil uppeyja sem ég að taka en ég að fara að spyrja þig þetta eftir að við hættum að taka upp en ég ætla bara að hvort ég megi henda þig einni spurningu og hvort hún taki of langa tíma peningaprentun og það vopn og það við erum búin að tala að hækka og lækka stýrivexti og eins gott og var að enda þetta á þessum nótum með samfélagið og bara samstöðun og allt þetta þá langar mér líka að enda þetta eða allan að fá upplýsingur peningaprentun bara hvernig á þetta við rök að styðjast eins og það sem að gerast núna í Bandaríkjunum með þessa help is coming frá Biden allir búin að skuldsetja sig og síðan hækka vextir og þeir eru að borga hærri afborganir og þeir bara við græðum þetta, prentum meiri pening og látum ykkur hafa hvernig á þetta við einhver rök að styðjast og þetta helst kannski í hendur við svona gullfótar pælinguna á hverju peningur byggður eiginlega. Já, sko, þetta hefur einhverju leyti verið gert hérna, þó að sé ekki talað það þannig. Það sem að gerist hérna, af því að þetta mjög svona viðkvæmt orð að tala peningaprentun, þegar fólk hugsar peningaprentun og hugsar það bara svona Zimbabwe og Venezuela og eitthvað þar sem að verðbólga fór bara Þýskaland algjörlega upp á kortinu. Heimsstyrjöldina? Já, hugmyndin verandi sá að þú ert bara með þú ert með eitthvað gæði í hagkerfinu, skilur, einhver 100 brauð, og þeim fjölgar ekkert þó að þú prentir 100 kall í viðbót, þá séu bara fleiri peningar að elta brauðið og þá hækka bara allt í verði og fólk hefur ágjör af verðbólgu. En þetta önnur svona, ég veit ekki hvað sem ekki í flækist ég að fara. Það sem að gerist í svona umhverfi að það, eins og vorum að tala áðan, að það dettur svolítið botnin úr kerfinu. Og hættan svo að fólk halda sér höndum fólk á eitthvað pening en það ekki eigðanum bara í rauninni geymir það hálfpartinn undir koddanum eða það situr bara óvirt á bankareikningum það að spara mikið og það ekki eigða eðlilega og þá ertu kannski með bara fullt af peningum í kerfinu einhvern 100 kall í kerfinu og segjum sér svo að bara 30 krónur því séu bara óvirkar af því að fólk bara þorir ekki eigða og þá getur alveg skapast ástand þar sem að þú getur prenta 30 krónur í viðbót af pening sem að þú ætlar að reyna að fá fólk til að eigða án þess að það skapi eitthvað svona verðbólguþrýsting, skilur við en forsendan fyrir því að þú eykur pening í umferð í raunin að skapa aðstæður fyrir annarkvort seðlabankan eða bankana til þess að auka peningamagn í umferð á þess að við förum út í tæknileg atriði að þú ert að reyna að hvetja til hegðunar sem skapar einhver verðmæti sem að sitja eftir, skilur. Þú ert að setja auka 30 krónur í umferð til þess að það verði fjárfest í einhverjum vegi, til þess að einhver búð fái lán, til þess að geta stækka við sig, til þess að borga atvinnuleysisbætur til að tryggja að þessi maður verið vinnufæra næsta ári og geti þá, aukið verðmæti í hagkerfinu. Og það gagnrýnispunkturinn sem við hefum verið að horfa á núna og tengist alveg beint því sem ég var að tala við áðan varðandi hlutabréfamarkaðinn og varðandi atvinnulausa og hverjir lenda í náttúruhamförum og hverjir á fasteignamarkaði, allt þetta. Í hvað peningurinn fer? Í hvað peningurinn fer. Og þetta nákvæmlega sama og með skuldsetningu, allir hafa ágjörð skuldsetningu, hafið ágjörð í hvað skuldsetningin fer. Skilur, alveg eins og með húsið, þú ert að skuldsetja þig fyrir lekanum, ekki fyrir bílnum, skilur, af því þá bara
skuldar bæði lekan og bílinn og það þannig með peningprentuna líka. Þetta leið til þess að koma meira fjármagn í umferð sem virt, skilur við, á móti þessum 30 kalli sem situr bara óvirkur og þetta skamstíma af því allt sem að fólk veit svona líkun í hagfræði og fjármálunum að þú veist, þetta gerist og þá gerist þetta, það tekur tíma, skilur, hlutinni gerist ekki kvispam búm, það kemur ekki verðbólga strax, fólk hreyfir sig ekki strax, það tekur tíma og í millitíðinni, til skamstíma, þá reyniru að koma peningum í umferð til þess að virkja hluti. En gagnrýnin snýra því, ok, þú ert að prenta meiri peninga, þú ert að setja meiri krónur í umferð, en þá alveg grundvalla forsenda að þær krónur séu nýttar í eitthvað sem að gera okkur sterkari þegar við komum út úr þessu, þannig að við getum þá vaxið upp í þetta peningamagn. Vegna þess að svona, hvað ég segja, svona mælikvarði á hvort það sé of margar krónur í umferð hvort að, þú veist, hvort að það sem við erum að skapa í hagkerfinu, vörur og þjónusta og framleiðsla, að hún sé að vaxa í takt við krónurnar. Og þá þetta svona svolítið eins og bara, ég set 30 krónur í umferð og ég veit ég fæ 30 krónur út úr framleiðslunni eftir 1 ár, en það kemur bara ekki alveg strax og svo eftir 1 ár þá erum við bara svona all caught up, skilur. Okay. Og þá getur það alveg 100% borga sig, en það nýtingin sem alltaf vandamál og ég meina gagnrýnin til dæmis á í Bandaríkjunum í dag að það verið að prenta mikið pening og það verið að mjög mikið pening og þeir gerðu það náttúrulega eftir síðustu kreppu. Mín gagnrýni á sér ágjur af eignamörkum hér heima kemur meðal annars úr síðustu kreppu þar sem að var prentaður mikill peningur og sá peningur fór ekki í að skapa störf mjög hratt, hann fór ekki í að skapa fjárfestingu mjög hratt en það hækka óbúslega mikið hlutabréfaverð. Skilju. Og þetta það sem við þurfum að vera tánum gagvart að ef við erum að prenta peninga eins og í rauninni verið að gerast í dag, það verið að auka peningamagn í umferð, að það sé verið að nýta þann pening í eitthvað sem að fara að styrkja okkur. Það sé ekki bara að fara að hækka eignaverð, heldur að það sé eitthvað sem að fara að styrkja hagkerfið. Í Bandaríkjunum þeir að senda ávísun út til allra heimila í landinu. Það eitthvað sem þarf augljóslega ekki að gera, það náttúrulega bara að vera að senda ávísanir til þeirra sem þurfa, en það líka svolítið svona dæmi bara kerfi sem svolítið óskilvirkt, skilur, þetta bara mjög stórt land með ekki mjög, þú veist, suma stofnanirnar eru bara ekki sterkar og þau geta ekki farið mjög markvissa dreifingu á peningum. En munurinn hér og þar, myndi ég segja, og svo ég bara einbri aftur á þessu sem ég var að tala í hvað peningarnir fara, að peningarnir í Bandaríkjunum sko, það að nýta þá illa það hefur minni afleiðingar en hér vegna þess að í Bandaríkjunum þá ertu að prenta bandaríkjadollara og það vilja allir eiga bandaríkjadollara þannig að þó að þeir nýtist ekki í Bandaríkjunum þá einhver í Kína sem vil nota og það einhver í Ástralíu sem vil nota og bandaríkjadollara notar í viðskiptum út allan heim þannig að það svo margir sem vilja fá dollarana sem að komast í umferð af þetta snýst allt framboð og eftirspurn sko. Og þetta verður ekki vandamáli þeir eru alltaf einhver sem vil koma og nýta peningin þá til þeir vilja það ekki vilja ekki pældi því maður geti gæst kannski hægt að kínverðir að vilja ofbáslega mikið af bandaríkjadollurum ég meina ef það væri allt og mikið til á honum þá á einhverju tímapunkti þá það einhver þröskuldur sko. þá skapar það verðbólgu það það sem að gerist af því þetta bara svona eins og með verðamarkaði það bara engin eftirspurn eftir því skilur, og þá bara fellur það í verði og þá kemur verðbólga en á Íslandi þá ekkert endalaust eftirspurn eftir krónum skilur, það ekkert allir bara langar svo mikið sparnaði minn í krónum eða þjóðverði eitthvað svoleiðis þannig að sko við erum miklu viðkvæmari við peningaprentun við þurfum að passa ef við aukum peningamagn í umferð það að segja við setjum 30 kall í umferð til þess að redda okkur til skamms tíma þá svo rosalega mikilvægt að þeir sá peningur fari pottið í eitthvað sem að sé að fara að skapa störf þú sé að fara að koma hlutunum aftur stað vegna þess að við erum ekki með þetta öryggisnet sem felst í því það er þá bara einhver annar sem tekur krónuna frá okkur þannig að það svona grundvallar munur að það mjög eðlilegt og það peningaprentun sem á sér staðin á Íslandi fólk talar bara eins öðru í sig það hún felst meðal annars í öllum þessum útlánum hjá bönkunum af því að Seðlabankinn nota bankana til sér rauninni að prenta peninga en við þurfum að vera mjög gagnrýnin á það hvert peningurinn fer áður en að hún fer að valda verðbólgu því að við erum bara ekki svona superstate eins og Bandaríkin sem getur gert alveg rosalega
mikið í rauninni af hagstjórnumistökum áður en að bitnar á þeim vegna þess að þau eru bara Bandaríkin og það er alltaf einhver sem vill fjárfesta í Bandaríkinum bara þó að þeir voru með Trump og þó að þeir voru alveg í rugli með hagstjórnarnir sína, það var alltaf einhver sem vildi setja peningan í Bandaríkin. Það er ekki þannig á Íslandi. Það er ekki alltaf einhver röð af erlendu fjárfestum sem vilja koma hérna og opna einhverja versmið. Þannig að við þurfum bara að vera miklu meira á tánum gagnvart svona aðgerðum en stærri lönd. Gekkja. Mjög ánægður að við tekið þessa umræði. Kristrún, gangið vel í kosningunum. Takk. Ekki láta taka neistan úr þér. Ekki láta þetta draga kraftin úr þér. Ég vona ekki. Nei. Og bara 1000 takkir fyrir að koma hérna og fara yfir öll þessi málefni með okkur. Takk fyrir mig.